Annar dagskrárliður málefnasamningur meirihlutasamstarf kjörtímabilið 2018 til 2022. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við tökum nú til fyrir á dagskrá málefnasamning meirihluta Framsóknar, L-listans og Samfylkingarinnar sem var undirritaður 12. júní síðastliðinn, en þá var einmitt fyrsti bæjarstjórnarfundur nýkjörinna bæjarstjórnar. Á þeim fundi var ákveðið að taka þennan málefnasamning til umræðu á þessu fundi og gefa bæjarfulltrúum kost að tjá sig efni hans og innihald. Samningur sem lagður fram á þann 12. júní svolítið öðruvísi í framsetningu heldur eins á samningur sem var á síðasta kjörtímabili. Þannig erum við meira aðeins öðruvísi framsetning, en þó má segja engu að síður að hann svipar að mörgu leyti, þar að segja það ákveðin atriði sem að tínd eru fram í málefnasamningum sem við ætlum að leggja áherslu á þessu kjörtímabili. Það skemmst á því að segja að málefnasamningun á síðasta kjörtímabili var þannig að það má segja að flest þau atriði sem þar hafa verið getum að hafa hakkað í og við fórum og gerðum eins og ætluðum okkur, og það einmitt það sem við ætlum að gera með þessum málefnasamningi okkar núna. Við erum að leggja fram raunhæfa málefnasamning sem við ætlum að vinna með á komandi kjörtímabili. Það sem má segja líka að samningur sem við núna erum að leggja fram að áherslur okkar munu koma fram í starfsáætlunum sem lagði að verða fram í vor og haustfyrirgefið, og þá munum við sjá svona frekar hvernig við ætlum að vinna þetta á kjörtímabilinu og hvað við leggjum áherslu á fyrst. Eðlilega leggjum við áherslu á velferðarmál og málefni barna og fjölskyldna. Það var grundvallarstef í stefnuskráum allra flokka og grundvallarstef í okkar málefnasamningi. En það kannski ágætt að fara yfir einstaka liði samningsins og við byrjum á fræðslumál, en það voru fræðslumál í forgrunni. Í málefnasamningu segir að með leyfi forseta, farið verður í að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla með fjölbreyttum leiðum og þrýst á ríkið að lengja fæðingarorlof í 12 mánuði. Við viljum leggja áherslu á bætt starfsumhverfi og líðan nemenda og starfsfólk í leik- og grunnskólum. Við stefnum á að skólabræðrin Akureyri verði með framúrskarandi menntastofnanir sem aðrir horfa til. Við viljum gefa skólastjórnendum aukin tækifæri til faglegrar forystu og tryggja fjárveitingu til grunnskóla til lengri tíma. Við ætlum að efla ráðgjöf og stoðþjónustu og færa hann í meira mæli inn í leik- og grunnskóla í þeim tilgangi að styrkja skólastarf og bregðast fyrr við ef börn lenda í tilfinningalegum eða geðrænum vanda. Við ætlum að stytta tíma frá óskum aðstoð til aðgerða. Við viljum nútímavæða starfshætti enn frekar og efla skólastarfið með þarfir nemanda að leiðarljósi. Þetta eru viðamikil og stór verkefni sem við ætlum að ráðast í, en það mikill samhljómur í þessari stefnuskrá okkar og ég myndi halda miðað við það sem maður las út úr stefnuskrá annara flokka, þar sem hér í bæjarstjórn. Þannig að ég tel að við munum geta unnið saman í þessum markmiðum okkar og ná því markmiði sem við setjum í þessar ágætu stefnuskrá okkar, að skólabærinn Akureyri verði framúrskarandi. Ef við skoðum aðeins frístundamál, þá viljum við að Akureyrarbær verði hér eftir sem hingað til í fremstu röð í frístundamálum. Við viljum áfram verði ég held áfram með leyfi forseta að lesa upp úr samningnum. Áfram verði megináhersla lögð á fjölbreytt frístundastarf á Akureyri með áherslu á öflug íþróttafélög og lýðheilsu almennings. Við stefnum á að hækka frístundastyrkin í að minnsta kosti 50.000 krónur á kjörtímabilinu, fylgja eftir nýsamþykktri íþróttastefnu bæjarins og móta uppbyggingarstefnu í samræmi við hana. Við ætlum að fara í tilraunaverkefni með samfellda vinnudag yngri grunnskólabarna í samstarfi við frístund með tengingu við íþrótta- og tómstundastarf. Þarna eru mörg líka metnaðarfull markmið og þarna erum við náttúrulega að hugsa fyrst og fremst börnin okkar og fjölskyldur fólk varðandi tengingu frístundar
við skóla, við ætlum að hækka frístundastyrkin og það skemmst frá því að segja á þessu kjörtímabili þá gáum við út í upphafi kjörtímabilsins síðasta kjörtímabili þá gáum við út yfirlýsingum við ætlum að hækka hann í 25.000 krónur á kjörtímabilinu en við gerðum gott betur og fórum í 30.000 krónur og nú segjum við stefna í að minnstakosti 50.000 krónur á kjörtímabilinu. Við ætlum líka að fylgja eftir nýsamþykkti íþróttastefnu varðandi uppbyggingu og samstarfi í íþróttafélagin og munum strax vinna með IBA í samstarfi hraða verkefnum þar að segja að IBA hefur sett á stað vinnu við að forgangsaða verkefnum í uppbyggingu íþróttamannvirkja Akureyri sem við teljum mikilvægt að sé unnin og við munum að sjálfsögðu vinna með IBA að finna það og láta það gera sem fyrst því það er mikilvægt. Við segjum líka í kaflanum atvinnulíf með leyfi forseta, við viljum að Akureyrarbær sé ákjósanlegur valkostur fyrir fyrirtæki og fjölskyldur og bjóða upp á fjölbreytt atvinnutækifæri, lögð verði áhersla á uppbyggingu Akureyrarflugvallar og að koma á beinu millilandaflugi. Við munum beita þrýstingi á stjórnvöld til að tryggja raforkuflutninga inn á Eyjafjarðarsvæðið. Áfram verður stutt við verkefni brothættar byggðir og með því leita leiða til að styrkja búsetu í Grímsey og Hrísey. Það er skemmst á því að segja varðandi atvinnumálin að við áttum nýlega bæjarstjórn góðan fund með Isavia sem að ég held að hafi bara verið okkur bæjarfulltrúum mikið ánægju efni. Það kvað við nýjan tón í forsvarsöfnum Isavia. Þeir vilja vinna með okkur að því að byggja upp flugvöllinn hjá okkur og koma á beinu millilandaflugi. En til þess þurfum við að snúa bökkur saman gegn ríkinu. Ríkið þarf að fjármagna þetta og það er ljóst að við bíðum spennt eftir því hvað ríkið ætlar að gera í haust. Þess að þeir hafa boðað það að gerðu svoköldu eigandastefna fyrir Isavia og við ætlum að fylgja því vel eftir og vera tilbúin þegar eigandastefna liggur fyrir og vera tilbúin með tillögur hvernig við Akureyringar viljum bregðast við þegar við sjáum hvaða tillögur eru í eigandastefnu ríkisins gagnvart Isavia. Ég fer aftur í málefnasamningi með leyfi forseta og er komin að kaflanum aldraða. Áhersla verður lögð á að tryggja rekstur öldrunarheimila Akureyrar og auka sveigjanleika í þjónustu við eldri borgara. Unnið verða því að auka samþættingu og samstarfsstofnana Akureyrarbæ við HSN, SAK og aðra aðila sem sinna öldrunarþjónustu. Unnið verði viðhalds- og endurbótaáætlun fyrir öldrunarheimila Akureyrar og henni hrundið í framkvæmd. Já, menn spyrja sig hvað þýðir það að tryggja rekstur öldrunarheimila Akureyrar? Það er náttúrulega ljóst að við höfum verið í miklu viðræðum í gegnum árin við ríkið varðandi daggjöld og rekstur öldrunarheimila og nú liggur fyrir að rekstrarsamningur sá sem að Akureyrarbær gerði við ríkið reksturinn eða sjúkratryggingar reksturinn rennur út í árslok 2018. Við ætlum okkur að berjast fyrir því að þarna verði gerðir leiðréttingar en það er samt ljóst að mínum að til að öldrunarheimilin eru í rekstri hjá okkur og við þurfum að velta í fyrir okkur hvaða skref við viljum stíga ef að illa gengur að semja við ríkið í þessu máli. Það er eitthvað sem við munum skoða. Við erum að hefja viðræður við ríkið varðandi þetta mál. Það er ljóst að samningarnir renna út í árslok. Við erum ekki að hefja viðræður, við erum búin að eiga mikla viðræður, en við ætlum að berja á ríkinu í þessum efnum þess að við þurfum að fá meira fjármagn til rekstrar öldrunarheimilina. Við erum líka með viðhalds- og endurbótaáætlun og áttum ágæta fund með forsvarsmönnum öldrunarheimilina í dag varðandi það mál og sjáum fram á kannski einhverja breytingar í þeim efnum á komandi kjörtímabili. Í húsnæðismálum förum við aftur og ég ætla að hætta að biðja leyfi forseta því ég er alltaf að vitna í sama samningin að við ætlum að stuðla fjölbreyttu framboði og íbúðarhúsnæðis hvort heldur sem er félagslegu leiguhúsnæði eða húsnæði á almennum markaði. Við viljum stuðla að aukinni fjölbreytni í búsetukostum og nægu framboði húsnæðis fyrir námsmenn og þá sem er að stíga sem fyrstu skref á húsnæðismarkaði. Einnig viljum við tryggja fötluðum fjölbreytt búsetuúrræði. Nú liggur fyrir ný húsnæðisáætlun. Það er búið að vera að vinna í húsnæðisáætlun fyrir bæinn og ég vænti þess að hún komi fljótlega inn á borð til okkar. Þar náttúrulega kemur fram væntanlega sú þörf sem er á húsnæði á næstu árum hér í bænum og við þurfum að velta fyrir okkur hvernig við bregðumst við því. Við erum í góðu samstarfi við Bjarg íbúðafélag og þeir eru að hefja væntanlega eða ætla að hefja uppbyggingu sína hér á svæðinu á komandi vetri
og við höfum líka í hyggju að eiga samstarfið önnur non-profit félög eins og sagt á góður íslensku. Þetta allt mikilvægt til þess að byggja upp. Við viljum líka skoða möguleika á því í samstarfi við Háskólann á Akureyri varðandi stúdendaíbúðir, rektor fyrir ekki það kallað, rektor háskólans hefur talað fyrir því og við viljum eiga samræði við hann. En ég held að sé mikilvægt í þessum efnum að við svona myndum einhver starfshóp það hvernig við viljum sjá þessi mál og vinna með þá hlutaðeigandi aðilum og setja meiri kraft í þessi mál. Við munum leggja áherslu á að vinna eftir samningi Sameinuðu þjóðanna varðandi réttindi fatlaðs fólks og við viljum efla skammtíma og skólavistum fyrir börn með fötlun allt árið og bæta ferliþjónustu. Við munum stuðla að fjölbreyttri leiðum í atvinnumálum fatlaðra. Í forvörnum ætlum við að efla forvarnir og fræðslu og styðja enn frekar við starfsemi Rósenborgar í málefnum ungmenna. Sérstök áhersla verður lögð á leiðir sem geta bætt líðan barna og ungmenna, ekki síst með snemmtækri íhlutun og aðgengi barna og ungmenna að stoðþjónustu innan veggja leik og grunnskóla. Við viljum að sett verða á fót áfangaheimili fyrir fólk sem að koma úr áfengis- og fíkniefnameðferð og unnið verði að því að tryggja að Akureyri sé í boði skilvirk meðferðarúrræði og þjónusta vegna fíkniefnavanda, ofbeldis og geðsjúkdóma. Það þarf ekki að fara mörgum orðum það að forvarnir eru afskaplega mikilvæg fyrir okkur og við þurfum að leggja meiri áherslu þar á. Það er ljóst að vandinn er að aukast og við þurfum að, eins og ég sagði í þessum ágæta málefnasamningi, að við þurfum að styðja enn frekar við starfsemi Rósenborgarnar og reyna með öllu mætti að styðja ungt fólk í vanda. Í menningarlífinu þá verður áfram lögð áhersla á eflingu menningarlífs Akureyrarbæjar. Við viljum hækka framlög Akureyrarbæjar í menningarsjóð til úthlutunar til listamanna. Við viljum vinna að því að menningarstofnanir bæjarins komi með virkari hætti að starfi frístundar í grunnskólum í því augnamiði að virkja ungmenni til sköpunar. Lögð verður áhersla á að fjölga skapandi sumarstörfum og halda árlega barnamenningahátíð á Akureyri. Það er óhætt að segja að síðasta kjörtímabil hafi verið mjög merkilegt í sögu akureyrsku menningarlífs. Þá var fyrsta 30 ára tímabil menningarfélags Akureyrar sem að fór að vísu ekki alveg nógu vel á stað en hefur náð ágætum áttum og er í góðum rekstri í dag. Við væntum mikils af þessu félagi og það eru í hækkanir í menningarsamningunum við ríkið til okkar og við höfum svona hyggju að skoða möguleika á því að bæta framlög til menningarfélagsins með einhverjum hætti samhliða því. Í umhverfismálum leggjum við áherslu að Akureyri verði áfram leiðandi. Við viljum að efla umhverfisvitund bæjarbúa, stofnana og fyrirtækja og leggja áherslu á sjálfbæra þróun, minni plastnotkun, orkuskipti og vistvæna samgöngumóta. Við viljum styrkja starfsemi vistorku, hafa mælanleg markmið í umhverfismálum og árangurstölur aðgengilegar. Við viljum draga úr svifryksmengun með markvissum aðgerðum og halda áfram að þróa sorphirðukerfi bæjarins. Við viljum koma fráveitumálum sveitarfélagsins í lag og haldið verður áfram að bæta og þróa leiðarkerfi strætó. Við tókum mjög gott skref á síðasta kjörtímabili með stofnun vistorku og við ætlum okkur að efla og styrkja hlutverk vistorku á tímabilinu og við erum að horfa til þess að hafa mælanleg markmið í umhverfismálum þannig við getum fylgst vel með þeim árangri sem við erum að ná í þessum málum. Í skipulagsmálum viljum við að bæjarins marki framtíðarsýn og taki breytingum í takt við uppbyggingu atvinnulífs og þróun og aldurssamsetningu íbúa. Við leggjum áherslu á að uppbygging vistvæns miðbæjar taki mið af öryggi vegfarenda, skilvirku umferðarflæði, rými til uppbyggingar og fjárhagslegri skynsemi. Við viljum halda áfram að þétta byggð í bland við græn svæði og í sátt við íbúa. Gerð verði þarfagreining varðandi aðstöðu fyrir almenningssamgöngur. Við viljum efla íbúalýðræði og þátttöku íbúa við mótun og gerð skipulags. Á síðasta kjörtímabili og afturveitna í síðasta kjörtímabili kláruðum við aðalskipulag og aðalskipulagi leggur akkurat línurnar fyrir okkur framtíðarsýn og með aðalskipulag ætlum við að vinna. Það eru gerða mikla breytingar, við erum að færa íbúabyggðina til norðurs og erum með þéttingareiti og það er verið að vinna í þessu og eins og kemur fram í þessu ágæta plaggi okkar þá er þetta lifandi skipulag sem við munum vinna með á komandi kjörtímabili.
En allt þetta nú byggt á því að okkur gangi vel í rekstri og bærin sér sjálfbær. Það að vísu þannig að við höfum verið að taka vel til og tókum ágæta skorpa á síðasta ári í rekstri bæjarins. Við fórum eins og menn muna, og þeir sem eru hjá nýjir hér muna kannski ekki en vita þó af, að við fórum í svo kallað aðgerðahóp með rekstur Akureyrarbæjar á síðasta kjörtímabili sem skila okkur árangri. Bæði það að við lærðum betur inn á reksturinn og svo náðum við líka að vekja menn til umhugsunar reksturinn, þar að segja starfsmenn og bæjarfulltrúa, og árangurinn var sýnilegur. Við ætlum að leggja áherslu á agaða fjármálastjórn áfram og unnið verði áfram að bættri, faglegri og gagnsýslu stjórnsýslu. Við munum halda áfram að þróa kynjaða fjárhagsáætlun og leggja áherslu á vandaðar og raunhæfar kostnaðaráætlanir sem kynntar verða bæjarbúum. Farið verði í tilraunaverkefni styttingu vinnuvikunar. Við munum berjast fyrir réttlátari skiptingu tekjustofna ríkis og sveitarfélaga. Við viljum bæta enn frekar þjónustu við bæjarbúa, ekki síst með rafrænum hætti, þar sem áhersla er lögð á jákvætt viðmót og lausnamiða þjónustu. Þetta allt atriði sem við viljum leggja áherslu á og ég veit að öll bæjarstjórn er sammála í þessum efnum. Það er mikilvægt að fjármálastjórn sé skynsöm. Það hefur verið rætt kynjaða fjárhagsáætlun og mikið var alveg á síðasta kjörtímabili gagnrýni að hún væri ekki nógu markviss. Og við ætlum að bæta úr, við ætlum að gera betur og munum þá sennilega leita til aðalgagnrýnandans aðstoð og hjálp við að vinna betur að því hvernig við getum sett þetta fram frá okkur svo vel sé og viðunandi. Ef við aðeins horfum á hana málefnasamning sem hér hefur lagður fram og bæjarfulltrúar hafa fengið að kynna sér, þá vil ég segja að hann metnaðarfullur. Við erum að vinna að innri málum, við erum að hugsa velferðina, við erum að gera betur, heldum við gert, og það markmið okkar alltaf alla tíð. Mikilvægt að samvinna okkar sé góð. Við eigum í baráttu við ríkið á mörgum vígstöðum og það mikilvægt að við snúum bökum saman eins líkt og við gerðum á síðasta kjörtímabili, hvar í flokki sem við stöndum, til þess og taka þátt í þeirri baráttu. Mér sýnist á öllu að vel sé skipað í ráð og nefndir hjá bænum og þar sé valið maður í hverju rúmi, má eiginlega segja. Þannig að við erum vel í stakk búin á hvaða sviði sem og hjá hvaða ráði sem til þess að vinna gott verk, bæði í meiri og minni hluta. Og ég hlakka til þess starfs á kjörtímabilinu. Ég er sannfærður það að kjörtímabilið verður gott. Ég er sannfærður það að við náum að gera góða hluti og ég er sannfærður það, eins og ég alltaf, að við munum skila betra búi af okkur heldur við leggjum á stað með í dag. Og það metnaðarfullt markmið. Það markmið sem við eigum að stefna öll að. Eitt af því sem við ætlum líka að berjast fyrir sem ekki kemur fram í málefnasamningnum okkar, eða berjast fyrir og koma á stað, það það að draga upp mál sem var á síðasta kjörtímabili, fékk ekki brautargengi, var rætt í skýrslu íbúalýðræði við Sóley Björk og Dagbjört, hófum smá vinnu við. Það að skoða möguleika á því að tengja einhvers konar persónukjör inn í næstu bæjarstjórnarkosninga hér á Akureyri. Við fundum það glöggt ekki og mun meir í þessum kosningum heldur nokkuð tímann áður að fólk vill sjá með einhverjum hætti möguleika á því að velja fólk af listum, jafnvel þó að kjósi einhvern ákveðin lista, þá vill að gjarnan fá að velja eitthvað fólk af öðrum listum. Það voru ákveðnar tillögur sem voru í gangi á sínu tíma og það þarf bara að dusta þeim rykið. Akureyri þarf að hafa forgöngu með þetta. Ég veit að þetta er áhugi í fleiri sveitarfélögum og ég veit að þetta er áhugi margra sveitarstjórnarmanna að sjá þetta verða veruleika. Ég held að við ættum að hafa forgöngu þetta Akureyringar og taka forystu í þessu máli. Það sem við þurfum að gera fyrst að setja okkur í samband við sambandið, fá þá í okkar band. Þetta þarf að vinnast í gegnum Alþingi líka. Þannig að þetta vegferð sem við þurfum að leggja af stað strax með. Við ætluðum að gera þetta á síðasta kjörtímabili, sáum það að við vorum bara ekki með nægan tíma. Nú höfum við 4 ár til næstu kosninga og ég legg til og mín tillaga er svo að við hefjum bara strax þá vinnu. Ég ætla svo sem ekki að hafa þetta lengra, ég vænti náttúrulega góðra umræðana hér á eftir og við munum að sjálfsögðu taka þátt í þeim
Og ég ítrekka aftur, þessi málefnasamningur settur fram með það að leiðarljósi að gera betur. Ég er sannfærður okkur teksta og ég er sannfærður það ef við vinnum vel saman á þessu kjörtímabili þá munum við ná góðum árangri. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Bæjarfulltrúi Gunnar hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég held að þurfa ekki að koma neinum á óvart og ég byrji á því að segja að ég er nú ekki sammála bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvin sem var hér í pontu áðan þar sem að lýsir því að þessi málefnasamningur sé metnaðarfullur og ítarlegur og þess vegna síðan góður. Ég verð nú að segja það að ég hef nú sjaldan séð jafn mörg orð á blaði ekki neitt. Það er raun umhugsunarefni þegar að meiri hluti tekur sér 10 daga að minnsta kosti til þess að koma saman meiri hlutasamningi sem að er í raun jafn rýr og hér er verið að kynna. Og þannig svo rýr að það er í raun varla hægt að taka nokkra pólitíska umræðu það sem í honum er, því það er ekki neitt. Maður hefur velt í fyrir sig hvort að meirihlutin hafi hugsað það fyrst og fremst þegar að þessi orð voru sett á blað. Hvernig getum við sagt í lok þessa kjörtímabils að við höfum staðið við það sem við ætluðum að gera? Þið geti staðið við hvert einasta atriði hérna vegna þess að það er ekkert sem hægt er að negla ykkur á ef að þetta stendur svona óbreytt. Þið geti bættið einu skapandi sumarstarfi, mál dautt og þar fram til götu. Þetta er raun mjög alvarlegt mál að þið skulið setja málefnasamningi fram með þeim hætti sem hér er gert. Það er engin pólitísk leiðsögn í þessu skjali. Þið orðið það svo að þið ætlið að setja fram svo síðar í þessum ferli öllu saman, fjárhagslegum ferli, ykkar markmið í tengslum við starfsáætlun. Á sama tíma kallið þið þá eftir því að eiga samstarfi minnihlutann það hvað sé gert þar. Það er þá ekki ykkar, það er þá allra ef allir taka þátt í því. Þannig að ég svona hallast helst að því að þið hafi bara hreinlega ekki geta náð samstöðu það hvað ætti að standa þarna, að hverju ætti að stefna, hvernig ætti að forgangsraða, hvaða leiðir ætti að fara í nokkrum af þessum málaflokki og þið hafi bara ákveðið það að koma bara með þetta hérna inn og í raun og veru óska eftir því að minnihlutin hjálpa ykkur að gera þetta. Þá hefði þið bara allt eins átt að gera það eitt strax, bara óska eftir að minnihlutin verði með ykkur í meirihluta. Það er miklu betra að vera þá bara í einu liði en ekki vera með eitt lið inn á við, annað lið út á við og halda það gangi upp, það er bara ekki hægt. Það er alveg morgunljóst að það hljóti því að sjá sjálf. En með leyfi forseta, þá sendi ég hérna á ykkur fyrir augnabliki síðan spurningar sem við frá minnihlutanum erum að leggja hérna fram vegna þessa meirihluta samkomulags og við teljum okkur í raun og veru þurfa að fá svör við þessum spurningum til að geta átt einhverja málefnalega umræðu hér á þessum vettvangi það hvert eigi að stefna næstu 4 árin. Við erum hérna með leyfi forseta, af því þið erum búin að fá þetta, varðandi fræðslumáli forgrunni, þá hlýtur maður að spyrja hvaða fjölbreyttu leiðir eru hugsað til að brúa bíli milli fæðingarorlofs og leikskóla.
Hvaða aðferðum verið beitt til að þrýsta á ríkis- og fæðingarorlof verið lengt í 12 mánuði? Við hljótum að þurfa að taka þá umræðuna eitthvað á þessum vettvangi. Til hvaða aðgerða ætla meirihlutin að grípa til að bæta starfsumhverfi og líða nemenda og starfsfólks í leik- og grunnskóla? Ég veit, og það kom fram í máli oddvita meirihlutans 3 í útvarpsviðtali á Rás 1 daginn, að nú eigi að stofna starfshóp það hvernig eigi að bregðast við þessu. Jú, þið getur stofnað starfshóp og reynt að komast að því hvað eigi að gera. Ég hélt að allir flokkar hefur verið með tiltölu að skýra stefnu í þessum málum, allavega Davíðsstöðumálunum og hvað ætti að gera þar í kosningabaráttunni, og því kemur þetta mjög óvart að sjá að það er raun ekki bent á nokkra einustu leið. Ekkert, ekki eitt mælanlegt markmið. Svo talið framúrskarandi menntastofnanir og þá má spyrja, hver er mælikvarðinn á framúrskarandi menntastofnanir sem aðrir eiga að horfa til? Hvernig verða skólastjórnendur gefin aukin tækifæri til faglegra forystu? Og maður spyr sig þá líka, hvað hindrar skólastjóri í dag við að sinna faglegri forystu? Hvað er átt við með því að vilja tryggja fjárveitingu til grunnskólan til lengri tími senn? Til hvers lánstími er horft og hvað verður lagt til grundvallar? Hvernig á að stytta tíma frá ósk til aðgerða og til hvaða aðgerða er vísa í þessu sambandi? Og svo náttúrulega hitt sem við áður rætt, hvernig verða starfshættir nútíma vættir enn frekar? Fyrsta lagi, hvar erum við, hvert ætlum við og hver er stefnan? Svo aðeins varðandi öflugt atvinnulíf. Hvað skilgreinir sveitarfélag sem ákjósanlega valkost fyrir fyrirtæki og fjölskyldur? Við erum í bullandi samkeppni hérna við nágrannasveitarfélaginu fyrirtæki í dag, þar sem þeir bjóðast nánast fríar lóðir og lægri fasteignagjöld. Hvað ætlum við að gera? Hvert hafið þið hugsað ykkur að fara hvað þetta var? Hvað er ætlun að gera til að uppbygging Akureyrarflugvallar verða veruleika og að beinu millilandaflugi verið komið á? Bæjarfulltrúi Guðmundur nefndi hér rétt í þessu fundin með Isavia og hann hefði verið, bara þar hefði kveðið við nýjan tón. Ég upplýði það ekki að hefði verið kveðið við nýjan tón, því miður. Því að Isavia er ekki að bjóða á nokkurn hátt annað en það sem þeir hafa hingað til boðið, sem er að þeir eru til að styðja okkur í því og stuðla því að ríki komi hér á flugvellinum og rekstri hans með beinu fjárframlögum, en það er ekki verið að bjóða upp á það að Isavia nýti eitthvað sínum ágóða í Keflavík til að byggja hér nokkur skapahlut upp það var spurt og svarið var nei. En hver sér þetta með sínu nefi? Og þá spyrir maður líka, hvers konar þrýstingi er ætlunin að beita stjórnvöld til að tryggja raforkuflutninga inn á Eyjafjarðarsvæðið? Þetta er búið að vera að reyna að gera, eftir því sem ég best veit, allavega í 8 ár, ef ekki 12 ár, og mjakast hægt, en þó örlítið. Hvað ætlar nýr meirihluti að gera sem breytir þessu á næstu 4 árum? Aðeins og þjónustu við aldraða. Hvað felst í því að auka sveigjanleika í þjónustu við eldri borgara? Er verið að auka mannskap til að auka þjónustuna svo fólki líði betur heima og þurfi síðar að fara á öldrunarheimili? Hvert er verið að fara? Hver er áætlaður kostnaður vegna þess að þarfandi götum? Þetta er hljóta að vera spurningar sem við þurfum að fá svör við, ef við ætlum að geta rættið. Það að tryggja rekstur öldrunarheimilina kom bæjarfulltrúi Guðmundur inn á hérna rétt áðan að það ætti að gera með nýjum samningi við ríkið, en maður spyr sig hvernig ætla menn að fara í það mál. Við vitum alveg hvernig staðan er. Það verður ekki gripið til sértækra aðgerða fyrir öldrunarheimili á Akureyri því miður. Hvað ætla menn þá að gera? Hvernig er ætlunin að mæta aukinni þörf fyrir þjónustu við aldraða næstu 4 árin? Þeim fjölgar og hvað ætla menn að gera? Kemur ekkert fram þetta.
Aðeins varðandi húsnæði. Það er örlítið rætt það og bæjarfulltrúi Guðmundur kom inn á það. Það ætti að semja við byggingarfélög sem eru svokölluð non-profit eða án ágóða. En með hvaða aðgerðum verður stuðlað fjölbreyttu frambúð íbúðarhúsnæðis á almennu markaði og félagslegu leiguhúsnæði þá með öðrum hætti til að við vitum að þetta dugar ekki til. Hver er áætluð þörf fyrir félagslegt leiguhúsnæði hve margar íbúðir verður fjölgað næstu 4 árin? Við vitum að það er til húsnæðis áætlun, það er til greining á þörfinni. Af hverju er ekki verið að fara ofan í hana og segja bara hér, við stefnum að því sem meirihluti að byggja hér 25 eða kaupa 25 íbúður ári næstu 4 árin eða eitthvað þá verðum. Af hverju bara segja þetta? Ég bara skil þetta ekki. Þið hljótið ætla að gera eitthvað. Og hvað er átti við fjölbreyttum búsetuúrræðum fyrir fatlað og hvernig verða þau tryggð? Aðeins sem fatlað fólk. Ákveða hátt á að efla skammtíma skólavistin fyrir börn með fötlun allt árið. Við erum hérna með skammtíma skólavistin, nýbúið að breyta húsnæðinu þar og endurskipuleggja starfsemina. Hvað er verið að fara hér? Hvert ætli? Hvað á að bæta í ferliþjónustu? Hvernig verður stuðlað að fjölbreyttum leiðum í atvinnumálum fatlaðra umfram það sem gert í dag? Þetta eru bara örfáar spurningar sem ég ætla að nefna hérna og mér finnst, ég held að við séum öll sammála það í mínum hlutanum að við þurfum eitthvað bitastæðara en það sem stendur í þessu málefnasamningi til að geta haft málefnalega umræðu á þeim vettvangi sem við erum á, sem bæjarstjórn Akureyrar. Og það er alveg hárrétt sem bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin kom inn á, hérna fyrr í sínu máli. Grundvöllurinn að þessu öllu er rekstur. Grundvöllurinn að þessu öllu eru tekjur. Grundvöllurinn að þessu öllu er það hvernig við forgangsröðum þeim fjármunum sem við höfum til reksturs og fjárfestingu. Og þess vegna kemur þetta ofboðslega mikið á óvart eftir alla þá vinnu sem búin að eiga sér stað á síðasta kjörtímabili að fá í hendurnar þennan málefnasamning sem í raun segir ekki neitt og hann í raun segir miklu minna heldur en málefnasamningu síðasta meirihluta sem var svo saman. Þetta er mjög merkilegt. Ég ætla að láta þetta duga í bíli. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Hlynur hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég hef nú að játa það að ég er eiginlega alveg sammála Gunnari í því sem framkom hérna. Mér finnst þetta mjög þunnur pappír, segja mig lítið. Ég ætla nú samt ekki að vera eins langorður og Gunnar í ljósi dagsins. Mér langar samt að spyrja aðeins út í íþróttamálin hjá okkur, af því að það er bara ekkert það. Hver er forgangsröðun framkvæmda í íþróttamálum á Akureyri? Við sátum öll stóran fund, sennilega stærsta fundin fyrir þessar kosningar upp í Káaheimili. Það sem fólk tók mjög vel í allt sem þar kom fram. Og mér langar bara að vita á að fara í þessa uppbyggingu á Káasvæðinu, því að þetta er risaverkefni. Og ég hugsa nú að það fólk sem var þarna hefði viljað sjá þetta í þessu plaggi ykkar. Nú eins með keppnislaugina yfirbuðu, hvar verður hún og á að fara í framkvæmdir á henni. Það er líka svakalega stórt verkefni. Það hefði mátt koma þarna fram. Mér finnst þessi samningur svolítið svona eins og lið sem að skrá sig til leiks og ætla bara að vera með, ekki að vinna neitt. Og ég hefði gjarnan viljað sjá þetta miklu markvissara og ég hef bara bullandi trú að ég hljóti að geta komið með það. Ég er nú bara það góð í þessu. Lengra ætla ég ekki að hafa þetta núna. Takk.
Bæjarfulltrúi Hlynur hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Þórhallur hefur beðið um orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég verð að segja að ég er eiginlega sammála forverum mínum hérna sem upp hafa komið, en mér langar gjarnan að leita svara við nokkrum spurningum hjá meirihlutanum. Ég er ekki alveg að skilja þegar það er talað um lifandi skipulag, hvers vegna það þarf að fara í nýja þarfagreiningu varðandi almenningssamgöngu miðstöð, þar sem hún var gerð árið 2016. Hvað hefur breyst á þessum 2 árum og hvers vegna er þessi meirihluti ekki búin að láta byggja samgöngumiðstöðina sem var í málefnasamningi ykkar á síðasta kjörtímabili? Gjarnan fá svör við þessu. Síðan er spurning hvernig ætlunin er að skipulag bæjarins marki framtíðar sín umfram nýsamþykkt aðalskipulag. Þetta er eitthvað sem ég skil ekki. Hvernig skilgreinum við vistvænan miðbæ? Ég myndi gjarnan vilja fá svar við þessu. Og hvað felst í hugtakinu fjárhagsleg skynsemi þegar kemur að uppbyggingu í miðbæinn? Þegar ég tala mikið miðbæinn og skipulagsmál, mér er þetta mjög mikið hjartans mál. Þegar kemur að því að þétta byggð í bland við græn svæði, í sátt við íbúana. Þetta er svolítið þversögn. Ég myndi gjarnan vilja fá svar við hvað er átt við þarna. Og hvaða aðferðum verður beitt við eflingu íbúalýðræðis, eflingu þáttöku við mótun og gerð skipulags. Hvernig hafið hugsað það? Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Eva hefur beðið um orðið. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, það dynja á meirihlutanum spurningarnar. En ég verði eiginlega að segja það líka, ég varð fyrir pínum vonbrigðum þegar ég sá þetta plagg. Eiginlega meiri vonbrigðum heldur en ég var síðast. Mér fannst það eiginlega hnitmiðara plagg heldur en núna. Og líka bara svona miðað við kosningaloforðin sem að framboðin voru að setja fram, þá finnst mér samningurinn svona frekar rýr. Það sem við líka kemur fram, stakk mér svolítið, að í plagginu kemur 17 sinnum við viljum. En það kemur bara 5 sinnum við ætlum. Þannig að mér er svolítið munur á því að vilja og ætla að gera eitthvað. En allan í mínum huga, líka komið pínu á óvart, því ég hef nú unnið með sumum ykkur áður, sko. Það sem við mjög oft talað um það að vera með töluleg markmið, að það var eitt tölulegt markmið í samning. Það var 50.000 króna frístund á þessum. Það sem komið líka á óvart að það var engin framkvæmd per se tilgreind í samningnum. Þannig að við erum í algjöru óvissu með stefnu meirihlutans í þeim efnum. Ég hefði til dæmis viljað sjá miðað við kosningaloforðin bara hversu marga leikskóla á að byggja á kjörtímabili og þá hvenær. Því að ef að vinnuhraðinn verður eins og síðasta kjörtímabili á því sviði, þá mun líklega lítið gerast. Því að 2014 var stofnaður starfshópur sem átti að fara yfir þessi mál, það er að segja húsnæðismál, leikskóla og grunnskóla og hver þörfin væri næstu ári. Ég held að fyrsti fundur hafi verið boðaður 2 árum seinna og þá með þess að búið að skipta nefnd því að það var búið að skipta í stjórn Fræðsluráðs. Þannig að ég var fyrir miklu vonbrigðum með þessi mál á síðasta kjörtímabili og ég held að það hafi ekkert farið fram hjá bæjarbúum að þessi mál fór í óefni á síðasta kjörtímabili varðandi dagvistunarmál. Þannig að ef að stefnan er og að meirihlutinn ætla sér að brúa bilið á milli fæðingarorlofs og leikskóla, þá held ég að það þurfa að bretta strax upp ermar og jafnvel að rífa ermar upp að öxlum. En mér langaði aðeins að fara yfir frístunda
málin. Þar kemur ekki við ætlum en við stefnum á að hækka frístundastyrkin í að minnstakosti 50.000 krónur á kjörtímabilinu. Stefnum á þýðir það að við ætlum að hækka hann og ég var þá að spá í hvenær er þetta hugsað, er þetta hugsað í byrjun kjörtímabils, á þetta að vera að hækka þetta í skrefum. Síðan stendur að minnstakosti 50.000 krónur, er þá einhver hugur hann hækki meira heldur 50.000 og þá hugsanlega hversu mikið. Mér langar líka aðeins spyrjum verkefni. Við ætlum að fara í tilraunaverkefni samfelldan vinnudag yngri grunnskólabarna í samstarfi við Frístund með tengingu við íþrótta- og tómstundastarf. Þetta var líka ætlunin á síðasta kjörtímabili. Því var ekki komið í verk. Þetta var líka ætlunin á kjörtímabili þar á undan, þar sem L-listinn var við völd. Því var ekki komið í verk. Það eru til 2 skýrslur þetta málefni, þannig að mér langar bara að spá í hvernig á að framkvæmda. Er verið að horfa til þessar skýrsla sem eru til nú þegar, eða á að stofna enn einn vinnuhópinn til að fjalla þetta mál, eða er þið komið með lausnina hvernig stendur til að fara í þennan samfellda vinnudag yngri grunnskólabarna. Þannig að það væri gott að fá svör í því. Síðan er mér, eins og margir hér vita, mikið umhugað líðan barna. Þess vegna skiptir mig máli það, og ég er mjög ánægð reyndar að sjá það í þessum samningi því ég ætla að leggja áherslu á það að bæta líðan barna. En það sem mig langar þá að vita, hvaða leiðir þið ætla að fara. Þið talið snemmtæka íhlutun og bæta stoðþjónustu innan veggja leik- og grunnskóla. En hvernig er útfærslan pæld hjá ykkur? Ætlið þið, hvaða stoðþjónustu er verið að hugsa um? Við mörg okkar rætt það og ég vil tala fyrir því að setja sálfræðiþjónustu inn í skólana. Er það ætlunin? Þá myndi ég bara vilja fá það fram. Ef það er ætlunin þá að taka þá sálfræðinga sem fyrir og færa þau inn í skólana, eða er það pælingin að auka stöðugildi? Þannig að ég myndi gjarnan vilja fá svör við því. Eins varðandi forvarnar, þetta var mjög ánægð að sjá, við ætlum að efla forvarnir. En mér langar þá bara kannski svolítið að fá að vita bara hvað á að gera, hvaða leiðir er pælingin í því, á að auka stöðugildi eða á að fara einhverja aðra leiðir, og hvaða forvarnir þið hafið áhuga á að efla. En ef við snúum síðan á þeirri stjórn sem að ég siti í, það er að segja stjórn Akureyrarstofu, og við erum nú með formann Akureyrarstofu hér, þannig að hún ætti nú kannski að geta svarað okkur einhverju varðandi þau mál. En hérna stendur áhersla verði lögð á áframhaldandi eflingu menningarlífs. Mér langar þá bara að vita hvað í menningarlífinu á að efla. Hvað ætlið að leggja áhersluna? Menningarlíf á Akureyri er mjög víðfeðmt. Þannig bara hvað ætlið þið að leggja áhersluna? Eina sem er svona nefnt þetta sértækt, það á að hækka framlegi menningarsjóð úthlutunar til listamanna. Þetta er frekar lítill sjóður, er verið að hækka hann til muna eða hvað? Hvað er það að hugsa mikið í þeim efnum? Síðan langar mig aðeins að vita hvernig þið eru að spá í að menningarstofnunum verði virkari þátttakendur í starfi frístunda. Mér finnst það reynda mjög góð tillaga, og við hugsaðum þetta þegar við vorum með okkar stefnuskrá. Þannig að mér langar bara að sjá hvernig útfærslan hjá ykkur er pælt, hvort hún sé eitthvað lík því sem við vorum að spá í. Og þið nefnið hérna með skapandi sumarstörf, bara því að bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á það. Á að auka eitt, eða eru þið með eitthvað, hver er pælingin? Verður þetta miklu meira heldur en hefur verið? En það sem ég langar kannski líka fá, þó að kom ekki beint fram hérna í samstarfssamningum, að þá er samt stórt verkefni hérna í gangi hjá okkur sem er stækkurinn á listasafnið. Þess vegna er mér mjög mun að vita hvort að gert verði ráð fyrir fjárhagsramma Akureyrarstofu, gert ráð fyrir þeim hækkunum sem er breytingar á listasafninu munu hafa í för með sér varðandi leigu, eða stendur til að málaflokkurinn hagræði sjálfur
fyrir þeim hækkunum. Því að þær hækkanir voru náttúrulega upphaflega 25 milljónir, fóru svo í 40 milljónir og eru allavega held í dag konur í 70 milljónir. Spurning hvort það, ok, bæjarfulltrúi Guðmundur kemur það bara leiðir eftir, en ég hefði haldið að þær myndi stefna í 70 milljónir. En þannig að það væri gott að fá að vita hvort að við sem erum innan Akureyrar þurfum að fara í það að hagræða einhvers staðar annars staðar eða hvort að það verður bara gert ráð fyrir að víkka rammann þess efnis. Ég var mjög ánægð að sjá að með barnamenningarhátíðina og hún væri komin hana inn og ég hef talað mikið fyrir því. Þannig að það væri bara kannski líka gaman að fá að vita hvernig pælingin er því að setja sérstakt fjármagn í þetta verkefni eða er bara vinnuframlag Akureyrarstofu. Þannig væri gaman að fá að vita þá. Ég veit að margir sem að koma að þessu verkefni eru spenntir að fá að vita hvernig það verður útfært. Ég hef náttúrulega líka yfirleitt og sýnt það, ég hef haft áhuga á fjármálum bæjarins og ábyrgri stjórnun og rekstri, þannig að ég er bara mjög ánægð að þið ætlaði að leggja áherslu á það. En mér langar þá bara að vita til hvaða aðgerða ætlið að grípa til þess að stjórnsýslan verði faglegri og gegnsærri með það sem er í dag. Hvað er það, hvernig sjáu þið það fyrir ykkur? Hvernig skilgreinið þið vandaðar og raunhæfar kostnaðaráætlanir? Ég er á því að það hafi vandað upp á. Eru þið á því sjálf með að við horfum aftur í söguna að það hafi skort upp á að kostnaðaráætlanir hafi verið vandaðar og raunhæfar? Við hefum náttúrulega oft nefnt dæmi og það er kannski skýrasta dæmið til dæmis eins og lóðin við Naustaskóla. Þar töluðum við alltaf að það þyrfti að minnsta kosti að leggja inn 100 milljónir í lóðina. Meirihlutinn var staðfestur á því að síðasta kjörtímabili að það færu ekki meira en 70 milljónir í þá lóð. Þess vegna voru við í minnihlutanum mjög hissa á því þegar það voru síðan gerða teikningar að lóð sem að kostu yfir 100 milljónir. Þannig að ég hefði þá ætlaði, ef maður ætlaði bara að eyða 70 milljónum, að maður bara farið fram á það að hönnun væri miðuð við þá fjárhæð. En það er bara verið gaman að sjá hvernig þið ætla að breyta þeim vinnubröðum. Ég hef líka haft mikinn áhuga á rafrænni stjórnsýslu og þjónustu. Þannig að og ég veit við erum komin á stað, en mér langar bara að vita, á að setja, verður farið í meira átak í þeim efnum eða verður þetta svona bara smá saman unnið eins og kannski hefur verið gert hingað til. Ég hef sagt að við ættum bara að fara í svolítið róttækt verkefni og bara koma eins miklu við getum inn í rafræna stjórnsýslu. En síðan er hérna annað, þið talið jákvætt viðmót og lausna með að þjónustu hjá Akureyrarbæ. Auðvitað er það sem við stefnum að og erum auðvitað veita á mörgum sviðum góða þjónustu, en á einhverjum sviðum þurfum við að bæta. Er einhver sérstök verkefni sem þið eru að leggja áherslu á í þessum efnum? Eins var ég svo hissa á því að fyrir ári síðan hafði ég samband við bæjarstjóra og óskaði eftir því að fá það þjónustukannanir sem hefði verið gerðar á síðasta ári eða síðustu árum. Fékk þau svör að það hefði verið ákveðið að kaupa ekki þjónustukannanir og þá er ég nú kannski sérstaklega að horfa til þeirra þjónustukannanir sem að Gallup gerir á öllum stærstu sveitarfélögunum einu svona ári. Ég var mjög hissa því í meirihlutasamningi síðast var tekið sérstaklega fram að það ætti að kaupa þjónustukannanir. Þannig að ég langar það bara að spurja kannski þá sem voru hérna á síðasta kjörtímabili bara hvar var þessi ákvörðun tekin og af hverju var ákveðið að kaupa ekki þjónustukönnun, því að í grunninn þegar þú ætlar að bæta þjónustu þá finnst mér að þurfa að hafa mælikvarða fyrir hvernig þjónustan stendur í dag, hvar þurfa að bæta hana og hvar þurfa að taka á. Þannig að það verður bara gaman að vita, er ætlunin að kaupa þjónustukannanir? En ég veit að það eru margir að bíða hérna eftir að sjá eitt stærsta íþróttaviðburð Íslands hérna á eftir, þannig að ég ætla kannski að vera hérna mikið lengur. En það eru nokkur atriði sem ég hefði kannski viljað sjá í þessum samningi og ég var pínu hissa á að sjá ekki neitt varðandi Reykjavíkurflugvöll og líka varðandi atvinnulífið, hversu við þurfum að passa upp á innanlandsflugið, það er bara nefnt millilandaflugið, en ég held að það sé mjög mikilvægur þáttur, en ég geti talið hérna upp mörg atriði.
og gerum það kannski bara aftur þegar við hittumst og ræðum þetta vonandi enn frekar. En ég ætla bara að vona það og ég eiginlega samferð, ég ætla, virkilega að vona það að þetta plagg allan sé ekki lýsandi við vinnubröðum sem á að beita á kjörtímabil. Og ég þekki nú sem eitthvað betur það vonandi verður ekki. En ég mun að sjálfsögðu ekki láta mitt eftir liggja til að vinna bæjarbúum til heilla og ég held ég hafi gert það hingað til. Og ég mun áfram vinna að heilindum. Þannig að ég bara hlakka til að láta til mín taka og vinna hérna með ykkur áfram. En ég vona bara að þið gefið ykkur tíma í það að fara yfir okkar spurningar og svara þeim málefnalega þannig að við og bæjarbúar áttum okkur svona kannski betur á hvert við erum að fara. Þannig að ef við ætlum að vinna í sameiningu þá verðum við kannski líka að sjá svolítið leiðina sem við erum að fara. En læt þetta duga í bili. Takk. Bæjarfulltrúi Varandi hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég verð að játa að ég er fullkomlega á sömu línu og þeir sem hér hafa talað fyrir minnihlutans að þetta plagg olli mér miklum vonbrigðum og ég bara á erfitt með að skilja hvað það er sem verður til þess að þeirra 6 bæjarfulltrúar sem ég þekki nú ágætlega öll ykkar held ég, hvað verður til þess að 6 bæjarfulltrúar tala saman í 2 vikur og þetta er útkoman. Ég bara verð viðurkenna að kannski fyrsta skýringin sem kom upp í huga minn var hvort ég ætli einfaldlega ekkert að gera neitt sérstaklega mikið á næstu 4 árum. En ég ætla nú að vona að svo sé ekki og ég ætla bara að segja, ég viðurkenna það að ég hefði alveg hugsanlega því við erum nú að tala saman kannski það er vísað í samstarfssamning síðasta meirihluta, það er að segja síðasta kjörtímabils innan tæknilega séð sama meirihluta að og bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin vísar í þann samning sem einhvers konar grundvöll fyrir þennan samning. Ég ætla bara að viðurkenna, ég hefði hugsanlega getað staðið mig betur í mínu starfi sem bæjarfulltrúi á síðasta kjörtímabili. Ég hefði getað verið duglegri að ýta eftir þeim atriðum sem að þá voru tiltekin í samstarfssamningnum. Ég valdi þá leið þá að beita mér á jákvæðan og uppbyggilegan og hvetjandi hátt því mér fannst auðvitað mikilvægast að öll þessi góðu mál sem getið var í samningnum þáverandi samningi kemst til verka. En mér fannst það ekki ganga nógu vel. Mér fannst, þó hugurinn væri góður, þá fannst mér bara ekki verkin vera látin tala nógu mikið. Og ég var ekki nógu dugleg í ýta á eftir. Og ég bara tek það á mig. Ég ætla bara að bæta mig. Og þegar ég áttaði mig á því að hvernig þetta kjörtímabil yrði, hverjir yrði í meirihluta og hverjir yrði í minnihluta, þá fór ég að hugsa hvernig er best fyrir samfélagið, fyrir minn bæ að ég hagi mínu störfum á þessum 4 árum og ég komst að þeirri niðurstöðu að það væri örugglega árangursríkast að ég væri gagnrýnin á uppbyggilegan hátt og ég væri dugleg að leggja fram tillögur og kannski mikilvægast ég væri dugleg að ýta eftir þeim málum sem að meirihlutin ætlaði sér að vinna að. Því að þetta er auðvitað meirihlutin og setur línurnar hvað á að gera. En svo greip ég bara tómt. Það er bara ekkert í þessu skjali sem ég get nota til þess að veita aðhald. Og þetta aðhald sem að mér held bara að sé ótrúlega mikilvægt. Ég held bara að við séum flest þannig, bara manneskjur, að við vinnum best undir þrýstingi. Og ég held að sé bara yfirleitt þannig að ef það er ekki pressa þá minnka afköstin. Þá er slakað á. Þannig ég vona að meirihlutin kunna meta það. Að ég ætli mér að veita pressu. Ég tel mig vera að gera okkur öllum greiða og sinna mínu starfi sem bæjarfulltrúi í minnihluta. Þannig að
og ég ætla bara að trúa því að það sko standi meira til heldur en stendur í þessu plaggi. Og ég velti fyrir mér líka, því ég velti fyrir mér eins og ég sagði áðan, hvað verður til þess að 6 frábærar manneskjur setjast niður í 2 vikur og skila frá sér þessu plaggi. Svo ég fór að hugsa hvort þessi jákvæðni og hvatning og hafi valdið því að meirihlutin haldi að hann komist upp með bara sigli gegn kjörtímabilið að hans að gera bara nokkuð skapaðan hlut. Og ég velti fyrir mér, hver merking orðana í þessu samningi? Hver munurinn á við viljum, við ætlum, við munum, við stefnum að við leggjum áherslu á, þar verður í? Það ekki þannig að ég veit ekki hvað þessi orð þýða, en þegar ég lesi við samningin og sé hvernig þau eru notuð til skiptis, þá velti ég því fyrir mér hvers vegna stundum talaði að vilja, stundum að ætla, stundum að muna, stundum að stefna að og svo framvegis. Og ég fór að ímynda mér að því ég bara geggja mikið að reyna að lesa eitthvað út úr þessu, að þetta væri kannski einhver svona forgangsröðun. Það er að segja það við ætlum, farið verður í væri fyrsta forgangsröðun, við ætlum, kannski önnur forgangsröðun, við munum, kannski 3. Við viljum, definitely síðasta. Þannig að ég vil bara spyrja, er ég að lesa þetta rétt eða er þetta ímyndun eða óskikja í mér? Og kannski er ekki alveg endilega rétt að segja að sé ekki þarna sem að hönd á festir. Að hefur til dæmis verið tekið dæmi frístörðaávísunin sem verið hækkuð í 50.000 krónur kjörtímabilinu. Nei, býtu. Hún verði hækkuð í að minnstakosti 50.000 krónur, ok, það stendur að meirihlutin stefni að því að hækka hana í að minnstakosti 50.000 krónur. Hvað þýðir þetta? Er 50.000 krónur lágmarks eða hámarks viðmið? Mér finnst það mögnuð setning. Þegar maður ætlar að lesa út úr henni. Hvað er ætlunin að gera? Þetta er lágmark. Já, þið ætlaði að stefna að ná lágmarkinu ykkar. Áhugavert. En já, þetta plagg vekur upp alls konar spurningar. Og ég vil bara endilega gefa meirihlutanum færi á að útskýra hvað þau ætla að gera. Að þetta hafi nú kannski bara verið vanhugsuð framsetning á mun innihaldsríkari áætlunum. Og ég vil bara segja að mér finnst ekkert óeðlilegt við það að setja fram bara annarkvort markmið eða leiðir. Það er auðvitað best að setja fram markmið og leiðir. En þetta, hann kannski til of mikils ætlast eftir svona stutt samtal. En mér finnst algjörlega óásættanlegt að það sé hvorki veittar upplýsingar markmið eða leiðir. Þannig að ég bið annarkvort. Og kannski að framsetningi gegn starfsáætlunum eins og bæjarfulltrúi Guðmundur kom inn á yrði raunin. Það finnst mér mjög óeðlilegt að treysta sér ekki til þess að setja þetta fram í umræðu bæjarstjórn í upphafi kjörtímabils. Það finnst mér bara algjörlega ekki í lagi. Og að taka umræðuna í gegnum nefndirnar. Og ég ætla ekki að hengja mig, ég er búin að vera aðeins og leiðileg fyrir minn smekk. En kannski það er nú búið að fara í gegnum meirihlutann af þessum samstarfssamning og mér skilst að fólk sé að bíða eftir einhverjum ægilega skemmtilegum leik. Þannig ég ætla ekki að hafa þetta neitt mikið lengra, ég ætla kannski aðeins að fara í eitt af mínum aðaláhugamálum sem eru umhverfismál. Og og ég vil bara segja það sem ég hef kannski sagt og ekkert kannski, ég hef sagt það áður, að þetta er bara sá málaflokkur sem er í raun og veru mikilvægastur. Af því að ef við brettum ekki vermar og förum að vinna tilbaka þann skaða sem að neyslumenningin hefur nú þegar valdið á jörðinni, þá er bara ekkert sem skiptir máli. Þannig að ég vil bara fara og spyrja að nokkrum atriðum sem að bara koma fram í samstarfssamningnum. Ég vil spyrja hver er skilgreiningin á sjálfbærri þróun sem að meirihlutann ætlar að styðjast við og hver eru helstu aðgerðir sem þarf að grípa til að þróast í átt til sjálfbærni. Hvernig á að efla vistvæna samgöngumáta, til hvaða markvissu aðgerða verður gripið til að draga úr svifryksmengun og hver er sýnin á þróun sorphirðukerfis bæjarins. Ég er rosa spennt fyrir þessu öllu eins og þetta hljómar í samstarfssamningnum eins og ég myndi gera það. En mér langar að vita hvernig þið myndi gera það og hvernig þið ætlið að gera það.
Að því að var nú farið hérna rakið aðeins stofnun Vistorku. Þá var það mál sem að mér langar svolítið að ræða. Ég mun nú ræða það örugglega betur einhvern tímann seinna á einhverjum öðrum fundi undir einhverjum öðrum lið. En stofnun Vistorku var út af fyrir sig mjög gott framtak. En það bara má alls ekki vera þannig að umhverfismálunum sé útvistað úr pólitíkinni. Eins og mér finnst raunin hafa orðið með því að við lögðum niður umhverfisnefndina og málaflokkurum var færður inn í það sem áður hét framkvæmdaráð og fasteignar Akureyrar og umhverfismálin eru bara ekki til staðar, hafa bara ekki verið til staðar. Það er búið að halda nú þegar einn fund í þessu ráði á þessu kjörtímabili. Þar var verið að ræða málefni sem að snýra að slökkviliðinu, félagslegum íbúðum, sundlauginni, eldhúsi öldrunarheimilana, klósett og Krossanesborgum, sparkvelli og brúna yfir ekki neitt. Þannig að allavega fyrsti fundur í umhverfis- og mannvirkjanefnd ráði hefur ekki tekið neitt sérstaklega fast á umhverfismálunum. Svo aðeins varðandi íbúalýðræði, af því það er nú líka pínu áhugamál hjá mér, þó að það sé nú ekki jafn aðkallandi og umhverfismálin, persónukjör. Þá vil ég bara segja að kosningar eru lýðræðislegar, en lýðræðið felst ekki eingöngu í kosningum. Og það skiptir öllu máli að eiga samtal við íbúa og ekki bara þá íbúa sem eiga þess kost að mæta á íbúafundi, heldur þarf að nálgast íbúa og skoðanir þeirra og þarfir á mun fjölbreyttari hátt. Þannig að mínum mati þá er verið algjörlega að byrja á öfugum enda ef þetta er fyrsta og jafnvel eina skrefi sem markmiðið er að taka kjörtímabilinu, að breyta þannig að við höfum meiri persónukostningar í svona kostningar. Það er bara ekki að mínum mati eðlilegt fyrsta skref, en fínt markmið einhvers staðar á leiðinni. En ég vil bara taka það fram að því ég er búin að vera leiðilegri síðustu mínútina núna heldur en ég held ég síðustu 4 árin. Ekki leiðilegri, kannski en svona gagnrýni. Að þá vil ég bara taka það fram að ég býð mig fram til góðra verka. Og það er ekkert sérstakt markmið hjá mér að standa hérna og gagnrýna, en ég mun svo sannlega taka það að mér ef það gerist þörf. En ég mun líka með mikill ánægju leggja hönd á plóg til að vinna þeim góðu málum sem að meirihlutann vonandi langar, vill, ætlar, mun og stefnir að. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur lokið máli sinni. Bæjarfulltrúi Sóley Björk gleymdi einu. Ég ætlaði að lesa upp fyrir ykkur bókunina sem að fulltrúar minnihlutans óska eftir að sé bókuð í fundargerð. Hún hljóðar svo. Fulltrúar Vinstri-hreyfingarinnar Græns framboðs, Sjálfstæðisflokks og Miðflokksins óska bókað. Málefnasamningur meirihlutans sem hér hefur verið til umræðu hefur þann galla að ekki er nokkur leið að lesa út úr honum hvað meirihlutinn hyggst fyrir á kjörtímabilinu og er því fullkomlega óhæfur sem umræðugrundvöllur stefnu og áherslu meirihlutans. Ef ætlunin er að láta hendur standa fram úr ermum á kjörtímabilinu, óskum við eftir því að fyrirætlanir meirihlutans verði til umræðu á næsta fundi bæjarstjórnar og til grundvallar umræðunni liggi spurningar þær sem við höfum lagt fram hér á fundinum og skrifleg svör meirihlutans við þeim. Skjal með spurningunum er lagt fram sem fylgiskjal við fundagerðina þar sem þær eru of margar til að rúmast í einni bókun. Sé ætlunin að komast í gegnum annað kjörtímabil án mikilla aðgerða er eðlilegt að horft sér fram hjá þessari bókun. Þessari beiðni. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur líklega lokið máli sínu. Mögulega kannski. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að fá að taka töluna mína með hérna í pontu núna því að ég er með þessar spurningar sem ég fengur sendar frá minnihlutanum rétt fyrir fundinn. Ég ætla að fá að lesa hérna spurningarnar leið í svara. Ég ætla bara að reyna að fara yfir flesta sem að kemur að mínum málaflokk. En bæjarfulltrúar hérna í minnihluta hafa verið að tala mikið það að hér sé plagg ekki neitt. Og mér langar svona bara til að lesa vel yfir
þann málaflokk sem ég formaður fyrir sem fræðslumál. Mér langar svona bara til þess að velta því upp hérna við þá sem að hlusta, hvort að þetta sé orð ekki neitt. Farið verður í að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla með fjölbreyttum leiðum og þrýst á ríkið að lengja fæðingarorlofið í 12 mánuði. Þessi eina setning var kannski bara aðalatriðið í síðustu kosningum. Það voru allir flokkar sem stóðu frammi á fundum varðandi fræðslumál og tölu fyrir því að þeir ætla að brúa bilið. Það yrði að laga þetta mál. Þetta komið hérna inn í málefnasamninginn okkar. Það hægt að gera þetta með fjölbreyttum leiðum, það ekkert ein leið rétt í þessu máli. Langt frá því. Það eru margar í boði sem þarf að skoða og rýna í. Og þó svo við höfum setið og fundað saman í 10 daga eða 2 vikur, þá í rauninni kortlöfum við ekki allar leiðirnar en við höfðum markmið og við erum strax byrjað að vinna þeim markmiðum inn í nefndunum og með starfsmönnum sviðana. En svona aðeins til þess að svara svona aðeins, þá viljum við gjarnan styrkja dagforeldrakerfið. Við viljum skoða greiðslu til foreldrana. Við erum að fara í uppbyggingu núna, erum að fara í byggingu á leikskóla við Glerárskóla, þar sem við munum færa okkur í rauninni 140 til 150 pláss. Það er að vera 30 pláss fyrir 1 til 2 ára börn. Við munum loka starfseminni við efra húsið í Pálmholti en halda starfseminni áfram í neðra húsinu sem gefur okkur rými upp á 70 pláss í viðbót. Þetta tekur tíma eins og þeir bæjarfulltrúar sem hafa setið á síðasta kjörtímabili vita. Það tekur tíma að setja sér stefnu, það tekur tíma að fara í hönnun, þarfagreiningu, það tekur tíma að fá tilboð og hefja framkvæmdir. Og að þegar við erum meðvituð þetta, þá erum við strax farin að setja á stað vinnu varðandi næstu skref í þessum málum. Hvar við viljum sjá næstu uppbyggingu. Og það sem við erum að skoða núna við ætlum að skoða þetta í samráði við skipulagssvið sem hefur þróunina og hefur uppbygginguna á hreinu og viljum kanna það hvort að næstu skref séu að byggja við Lundarsel. Eigum við að fara í nýjan leikskóla við Lundarskóla? Er það rétt næsta skref? Er rétt skref að stækka við Naustatjörn eða fara í uppbyggingu við Hagahverfi? Þetta þurfum við í rauninni, þessar ákvarðanir getum við ekki tekið á 2 vikum í umræðum, 6 saman, þó við séum ótrúlega klár, þau séu sjálf frá. En þetta er rauninni bara ákvarðan sem við þurfum að taka út frá gögnum sem við fáum frá okkar starfsmönnum og viljum bara gera það í rauninni yfirvegað og meðvitað. Má ég sjá? Já, þannig að skipulagssvæðið að skoða aldurspíramída eftir hverfum og meta út frá því, þá ætlum að meta út frá því hvað skref við tökum varðandi frekar uppbyggingu og ætlum að fara að setja það strax inn í fjárhagsáætlunarferli okkur því það hefur verið vinnubröðin okkar síðastliðin 4 ár að það er áherslu sem við höfum verið að leggja inn, höfum við lagt inn með nefndum og inn í fjárhagsáætlunarferli. Öll viðbót sem við höfum lagt til hefur farið ekki fjárhagsáætlunina og umræðið þar. Umræðið í bæjarstjórn og bæjarfulltrúi Sólibjörg kom inn á það hérna áðan að við værum að fara að taka allar okkar áherslur í gegnum umræði nefndum, það er ekki rétt. Við erum að bjóða upp á þessu umræðir hér í dag. Þannig að vissulega umræði líka fara fram í nefndum og það er nú bara alveg eðlilegt næsta skref. Þannig að síðan hérna hvað aðferðum verður beitt af þrýst á ríkis og fæðingarorlof er lengt í 12 mánuði. Ég veit nú ekki betur en bæjarfulltrúi Gunnar Gilsson hefur talað það sé hægt að nýta sambönd sín við flokkana í ríkisstjórninni. Og þetta er rauninni bara áhersla sem að ríkisstjórnin hefur lagt til að það verði brúa bilið þarna á milli þeir ætla að lengja þetta í 12 mánuði og mér finnst eðlilegt að við mætum því til þess að hjálpa til við foreldra ungra barna. Til hvað aðgerð ætla meðhlutin að grípa til að bæta starfsumhverfi og líðan nemenda og starfsfólki í leik- og grunnskólum. Þetta er rauninni margþætt og flókin spurning. Það sem við þurfum í rauninni fyrst að kanna er hvort líðanir séu öðruvísi hjá okkur en öðrum og þá hvernig. Samkvæmt skólapúlsinn þá í rauninni erum við ekki að skera okkur úr en samt hafa kennarar, starfsfólk og foreldrar áhyggjur af þessu. Það sem við þurfum að skoða fyrst og fremst er kannski starfshættirnir okkar í skólanum. Hvernig er þeim háttað? Getum við breytt þeim eitthvað? Og hvernig við nýtum mannauðin okkar innan veggja skólana því að það er svo gríðarlega dýrmætur mannauður þar. Við þurfum í rauninni að fara í að vinna og forgangsraða þeim verkefnum sem við höfum verið að gera. Verkefnum hefur fjölgað, við erum að taka á okkur aukna ábyrgð á farsæld barna.
Við erum orðin uppteknar af líðan og samskiptum barna. Það hlutverk komið í mun meira mæli inn í skólana. En það bara einu hluti af þeirri samfélagsþróun sem hefur átt sér stað undanfarin ár. Það sem við viljum gjarna gera að við viljum gera skólan okkar sjálfstæðari, sjálfbæra, þar sem við bætum sérfræði og sálfræðiþjónustu inn í grunnskólan. Það kemur hérna fram hjá okkur að við viljum efla ráðgjöf og stoðþjónustu og færa hann í meira mæli inn í leik- og grunnskóla. Ég held að það svari bæjarfulltrúi Everhund, þar sem má spyrja hvort við ætlum að setja þetta inn í leik- og grunnskólana. Já, við ætlum að stíga þau skref og viljum gera skólana sjálfbærari þannig við styttum í rauninni tíman frá óskum aðstoð til aðgerða þegar hjálpin er á gólfinu. En þetta mun taka tíma. Við erum raunhæf. Þetta tekur tíma og við þurfum að kortleggja hvernig við viljum gera þetta með hvað hætti og við viljum gera það faglega. Þannig að þetta í rauninni kemur líka inn að líðan barna í skólanum okkar. Hvernig verða skólastundu gefin aukin tækifæri til faglegri þjónustu? Hvað hindrar skólastjóri í dag í að sinna faglegri þjónustu stendur hérna? Í rauninni erum við með skólakerfi sem er mjög gott. Við getum ekki kvartað, það verið að vinna gríðarlega góða og faglega vinnu þarna. En það hefur samt komið ákall til þess að geta gert þetta enn betur og við viljum leita leiða til þess að hjálpa skólastundum til þess og skóla og kennurum. En það sem ég myndi gjarna vilja líka líta til er að líta til þeirra þróunar sem er að eiga sér stað fyrir utan landsteinana. Hvernig aðrir skólar, hvernig önnur lönd er að gera þetta og hvernig virðing foreldra og barna fyrir skólastarfi er annars staðar. Er það með öðrum hætti í öðrum löndum heldur en einhver gerist í dag? Þarf að fara að setja ykkur mörk. Ég bara velti þessu upp hér, hvort að við séum í rauninni þær kröfur og þau mörk sem við höfum í dag, hvort það þurfi eitthvað að endurskoða það. Því að ég veit kennara sem fóru meðal annars í ferð erlendis og skoðuðu skóla og sáu þar svart og hvítu hvernig munurinn er varðandi virðingu fyrir skólastarfi og hvað áhrif það hefur inn í skólan. Hvort viðhorf foreldra og barna er gagnvart því. Það sem við komum hérna á er að við viljum leggja áherslu á bætt starfsumhverfi og líðan nemenda og starfsfólks í leik- og grunnskólum. Ég er búin að fara aðeins yfir það. Við stefnum á því að skólabærinn Akureyri verði með framúrskarandi menntastofnanir sem aðrir horfa til. Mér finnst þetta bara mjög metnaðarfullt og flott markmið. Við viljum skoða starfshætti með tilliti til þessa og líðan nemenda og starfsfólks og að það verði með þeim hætti að það líti aðrir til okkar. Má sjá. Þetta svo margar spurningar hérna með má sjá. Yfir allan daginn. Hérna, hvað átt við með að vilja tryggja fjárveitingu til grunnskóla til lengri tími senn til hversu langs tími er horft og hvað verður lagt til grundvallar. Í rauninni verið að skoða þetta að skólarnir geti farið í verkefni sem eru til lengri en eins árs, þau geti hort fram á við, stemt lengra, að það ekki verið að horfa á þennan fasta lið sem er launakostnaður og stærsti þátturinn í fjárveitingu til skólana, heldur er verið að skoða það að verði einhver liður sem er eyrnamerktur til lengri tíma. Hvernig ást þetta tíma frá ósk til aðgerða og til hvað aðgerði vísa til? Ég er nú búin að svara þessu held ég. Og varðandi starfshætti, hvernig þið verða nútímavæddir enn frekar, við erum að vinna þessu og þetta. Í rauninni myndi ég segja að nútímavæðingin er ekki eingöngu aukin tækni og fjármagn, heldur þurfum við að endurskoða starfshættina því að, má ég sjá, stærsta viðfangsefni okkar í dag er byltingu upplýsingatækni, stafræna byltingin. Og kennararnir okkar eru bara mjög duglegir að afla sér upplýsinga nútímavædda starfshætti og munu örugglega halda því áfram og við viljum styðja það enn frekar við það. Ég er svona aðeins búin að fara yfir þetta helsta sem viðkemur mínum málaflokk. Nákvæmlega svona aðeins kannski sem ég fannst bara svolítið merkilegt hérna er að bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom inn á það að þetta væri mörg blöð og blaðum ekki neitt. Ég er nú búin að fara yfir mjög stór málefni hérna sem eru tímafrek og kostnaðarsöm og munu þreifa á ansi mörgum þáttum í fræðslumálunum. Þannig ég get ekki tekið undir það að þetta sé ekki ekki neitt og mér fannst mjög athyglisvert þegar ég heyrði hann segja að það væri ekki hægt að negla okkur á neinu. Mér finnst það alveg ótrúlegt. Við höfum síðustu meirihluti starfa bara mjög vel með minnihlutanum og það eina sem hefur komið frá minnihlutanum núna í dag eru bara spurningar og neikvæðni. Það voru engar tillögur hvernig þau myndu vilja sjá hlutina gerða.
sem mér finnst alveg merkilegt. Því við höfum unnið vel saman og við höfum alltaf talað um það að við erum tilbúin til þess að vinna saman að málunum. En til þess þurfum við líka að fá tillögur hjá ykkur. Mér finnst það alveg ótrúlegt. En ég held að bæjarfulltrúar munu í rauninni fara yfir sína málaflokka hérna á eftir, en ég ætla ekki að fara yfir á þá málaflokka. En bæjarfulltrúar Eva kom aðeins inn á það að það væri engin framkvæmd tilgreind í málefnasamningunum okkar, hversu marga leikskóla á byggja á tímabilinu. Þetta snýst ekki fjölda leikskóla, þetta snýst þetta frekar uppbygginguna, hvernig við sjáum hana fyrir okkur, hvort það sé viðbygging, viðhald eða nýbygging. Og við í rauninni tiltókum ekki neina sérstaka framkvæmd núna því við erum búin að búa til 3 ára áætlun og það fer bara fram í umræðu nýframkvæmdir og fleira þegar framlíða stundir. En já, ég held sér ekki meira frá mér í bili. Bara takk hérlega fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Andri hefur beðið um orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þakka fyrir spurningarna sem hafa komið fram og áhugan sem að minnihlutinn sýnir á málefnasamningnum og bara málefnum bæjarins almennt. Ég ætla að reyna að svara hérna í örstutt nokkrum spurningum sérstaklega sem að snúa umhverfismálunum. Til dæmis hvað er sjálfbær þróun? Ég skal alveg viðurkenna að við erum ekki með hárnákvæma skilgreiningu á þessu hugtaki, það er ansi flókið, hefði kannski mátt vera semikoma á eftir þessu í málefnasamningnum, en við erum almennt séð að tala nýta strauma af því sem hefur verið kallað til dæmis úrgangur innan gæsalappa og erum komin vel á veg nú þegar með að nýta til dæmis metan, matarolíu og fleira. Hvað verður næst? Kannski gras, mykja, annar lífrænn úrgangur sem fellur til hérna á svæðinu og enn eitt flokkur þarna sem er sláturúrgangur sem er því miður meðhöndlaður kannski ekki á nógu skynsamlegan hátt í dag, það er að segja með ófullkominni brennslu hjá hverju sláturhúsi fyrir sig. Nú við erum líka að tala að minnka sóun á auðlindum, almennt séð. Það var spurt út í vistvænar samgöngur. Þar erum við að tala að reyna að auka hlut strætó, hjólandi fólks og gangandi. Sömuleiðis til dæmis varðandi rafbíla og umhverfisvæna bíla að tryggja fyrir þá sem í boði stæði, hleðslustöðvar og hvað er hægt að gera til að minnka svifryk? Það er hægt að þrífa göturnar, spúla þær, sópa og hvaða sýn er á sorphirðukerfið var spurt. Sýnin er í meginatriðum sú að fólk og fyrirtæki flokki meira og betur og hafi aðstöðu til þess. Og þarna kemur líka inn framtíð móttökustöðvarinnar á Rangárvöllum þar sem við erum með samning sem var framlengdur núna með uppsagnarákvæði og við þurfum að taka afstöðu til þess hvað við viljum gera í framtíðinni. Gjarnan viljum við vera í þeirri stöðu að geta boðið út þessa þjónustu þannig að fleiri en einn aðili eigi möguleika á að veita okkur þessa þjónustu og þannig að þar sé þá metnaður til að gera sem best. Nú það var spurt leiðakerfi strætó, hvernig er ætlunin að þróa það og þar koma til dæmis til spurningar eins og hvað með Hamra, flugvöllin, Krossanes, jafnvel Hlíðarfjall og hver væri tilgangurinn með þessu, með að þróa strætókerfið, það er þá að bæta þjónustu við bæði íbúa og ferðamenn, eins og maður kannski skilja af upptalningunni áðan. Og það var líka spurt ferli þjónustuna. Þar erum við að hugsa til dæmis þjónustu á kvöldinu og helgar. Við sátum nú fundi hérna fyrir kosningarnar þar sem var lýst annmörkum á þjónustunni og það eru þetta ýmsar leiðir til að bæta hana, annað með því að efla ferli þjónustu bæjarins eða þá að auka samvinnu við til dæmis leigubílastöðvar, tryggja að þar séu framboð á bílum sem að geta þjónað fólki með kannski sérstakar þarfir. Og svo langar mig að taka hérna eina spurningu þar sem að var
Það var þetta með hvað ákjósanlegur valkost, hvað gerir sveitarfélag að ákjósanlegum valkosti fyrir fyrirtæki og fjölskyldur. Og það sem að snýra fjölskyldunum þá kannski húsnæði, dagvistun, samgöngur, góðir skólar, íþróttur og menning og þetta auðvitað gegnumgangandi í allri umræðunni hjá okkur í málefnasamningum. Það ætla ekki að segja meiri bili. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Andri hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Gunnar hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég langar til að ítreka það sem kemur fram í bókun sem við lögðum fram og var lesin hérna upp áðan. Við lögðum fram skriflega spurningar og við óskum eftir skriflegum svörum svo við getum tekið hérna málefnalega umræðu þessa þætti og þá á næsta bæjarstjórnarfundi og ég gerir ráð fyrir að meiri hluti bæjarstjórnar hljóta að taka þá beiðni til málefnalegrar skoðunar og ákveða hvað þau ætla að gera. Það alveg ljóst að því máli til dæmis bæjarfulltrúa Ingibjargar að hún skilur raun ekki það sem að verið að benda hérna á. Það sem að hún telur hér upp sem töluleg markmið fjölgun leikskólarýma og annað akkurat það sem við vorum að tala að hefði átt að standa í þessu samkomulagi þannig að það væri þá hægt að meta það hvort að það væri verið að vinna þeim markmiðum sem að var stefnt. Og þess vegna óskum við eftir því að fá þessi svör við þessum spurningum bara skriflega svo getum við tekið þá málefnalegri umræðu út frá því. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar hefur lokið máli sínu. Orðið laust. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla aðeins að leiða með samtal koma upp þó að bæjarfulltrúi Gunnar sé að leggja okkur línunda hvernig við eigum að hafa okkur hér í bæjarstjórn. Það nú þannig að jafnvel þó að minnihluti leggi fram einhverju svona beiðni þá það náttúrulega meirhlutans af elta fyrir sig hvort hann að svara eða ekki svara. Við getum alveg tekið ákvörðun það og við hefum ekki tekið neinn ákvörðun og munum velta því fyrir okkur. Hins vegar það þannig að við erum að leggja hérna fram málefnasamning sem sýnir okkur hvernig við ætlum að stefna á kjörtímabilinu. Það eru margt sem gerast á 4 árum. Við hefum kannski getað tekið hérna málefnasamning og sett hann bara upp í bullet points eins og við gerðum fyrir síðustu kosningar. Þá er þetta kannski litið öðruvísi út. Við erum hérna með markmið svipað eins og fyrir síðustu kosningar sem við settum okkur. Það má eiginlega segja að við höfum náð, ég hugsa að við höfum náð 80% af þeim markmiðum sem við settum okkur eftir síðustu kosningar. Við getum farið yfir það. Ég á með þess að gul og rauð og grænmert skjalið og gerðum það fyrir kosninga. Þannig að við náðum ansi miklu af því sem við stefndum að í upphæði kjörtímabils. Við ætlum að halda áfram með þá vinnu og við erum að gera það hér. Þessir punktar sem að þarna koma og eru búin að vera til umræðu, mér finnst alveg sjálfsagt að við notum bara tækifæri hérna. Við höfum góðan tíma til þess að ræða þessi mál hérna. Við erum á bæjarstjórnarfundi og það er búið að kalla eftir svörum við spurningum. Hér hafa bæjarfulltrúar komið eftir ákveðnu handriti, hver á fætur öðrum, með spurningar sem að hafa skipt fallega á milli sín og þetta er bara minnið mig á og það er líka vel þess virði. Tilefni til vegna þess að við erum hérna stödd í menningarhúsi. Þetta er svona hálfgerð uppsetning, leikuppsetning, en hún er bara góð. Og hún gerir það líka verkum að við erum svona kannski fáum skarpari skil í pólitík. Það er bara góða. Eins og bæjarfulltrúi Ingiberg benti hér á, þá er það svona kannski hugmynd bæjarfulltrúa Gunnars að það væri eitthvað sem við getum, hvernig það orðaði það, nelt ykkur með. Já. Það var eiginlega þannig sem að þetta hljómaði. En það hefur verið farið hérna yfir víða völl. Sko. Ég veit ekki, sko, ég rekna ekki með að fleiri ætli að kveða sér máls að meirihlutanum, þannig að við svona erum að melta þessar spurningar, en það eru ýmsar spurningar sem hafa komið hérna fram sem að er alveg hægt að svara hér og nú og svona velta upp. Sko.
Ingibjörg fór mjög vel yfir málefni fræðsluráðs og Andri bæjarfulltrúi Ingibjörg og bæjarfulltrúi Andri fór ágætlega yfir þeim mál að honum snúa og það sýnir bara í sjálfu sér hversu vel við erum stödd í þessu meirihluta. Við erum með fólk sem að hefur hugmyndirnar, veit hvað að fara út í og þó svo að minnihlutin sjá ekki allt ljósið í enda ganganna í þessu málefnasamningi, þá sjáum við það og við vitum hvert við erum að stefna. Við erum með hugmyndir, við ætlum okkur að gera hluti á kjörtímabilinu. Hvort að við nákvæmlega komum með það í svörum til minnihlutans á næsta bæjarstjórnarfundi, það skal ósatt látið, en hins vegar skal ég segja að kemur þetta klárlega fram í okkar starfsáætlun þegar við leggjum hana fram í haust og þar munum við marka sporin. Það væri óábyrgt eftir 10 daga umræður í meirihluta sem að 6, eins og var lýst hér áðan, frábærir einstaklingar, taka sér saman, þá væri óábyrgt að við getum sett niður allt sem við ætlum að gera á kjörtímabilinu. Það er bara þannig. Það er talað hér um framkvæmdir og forgangsröðun og bæjarfulltrúi Hlynur kom inn á það hvort að KA-menn fengi ekki svör. Það var stefna allra flokka þó svo að menn stæðu og hrópuðu uppi í KA-heimili að þeir ætluðu að fara í þessa byggingu með KA, þá var stefna allra að við myndum skoða uppbyggingarsamningin. Ég sagði hér áðan að við ætlum að reyna að hraða þeirri vinnu, þess að það er ljóst að það er brýn þörf í byggingu mannvirkja fyrir íþróttafélögin. Það er hins vegar ekki gert ráð fyrir því 3 ára áætlun sem við erum núna með og við þurfum að taka tillit til þess við áætlunargerð fyrir árið 2019. Hvernig við ætlum að raða hlutum niður. Að fara að setja hérna fram nákvæmlega hvernig við ætlum að fara áður en við erum búin að taka samtali við IBA, áður en við erum búin að taka samtali við íþróttafélögin, það er mjög óábyrgt. Vegna þess að við vorum á síðasta kjörtímabili að samþykkja stefnu þar sem uppbygging íþróttamannvirkja átt að vera í samstarfi við íþróttafélögin. Og ég ætla ekki að fara á fyrsta degi að brjóta það þegar við erum að ræða hvað við ætlum að gera á næstu árum. Við erum búin að segja að við ætlum að hraða málum og ræða við bæði IBA og félögin og þannig ætlum við að vinna. Og þannig höfum við unnið. Við höfum lagt mikla áherslu á það að við séum raunhæf í öllum okkar áætlunum. Og það er akkúrat grunninn að þessu. Það er margt þarna sem að liggur fyrir. Margt af þessu kemur til að kosta peninga. Við erum með hugmyndunar. Við ætlum að láta kostna með þetta. Við erum að vinna í því. Við höfum þegar byrjuð í flestöllum nefndum og ráðum að vinna hvernig getum við séð þetta fyrir okkur gerast. Og það er það sem við erum að gera á næstu vikum. Þó svo að bæjarstjórn fari í sumarfrí, þá erum við að vinna meirihlutin að því að vinna fyrir haustið. Við þurfum að leggja fram fjárhagsáætlun í haust. Við þurfum að leggja fram starfsáætlanir sem voru gerðar af fyrri meirihluta sem var þó skipaður sömu listum, en engu að síður að nýtt fólk kom í brúna sem hefur nýjar hugmyndir, nýjar sýn og til þess þurfum við að taka. Við þurfum að velta því fyrir okkur hvert við ætlum að stefna þessi hópur sameiginlega. Jafnvel, og það er svoleiðis í pólitík, jafnvel þó að þetta séu sömu listar, þá er nýtt fólk með nýjar hugmyndir og við þurfum að raða þeim saman í okkar verkefnaskrá. Við erum búin að við áttum góðar samræður fyrir og áður við birtum hennar málefnasamning. Og við eigum fullt af punktum það hvernig við ætlum að ná þessum markmiðum. Hvort að við eigum akkúrat á þessum tímapunkti eða næsta bæjarstjórnarfundi að fara að segja minnihlutarum alla þessa punkta, það skal ósatt látið. Það kemur bara í ljós. Við erum meirihluti og við munum vinna þannig. Við höfum kallað eftir samvinnu, það kom strax hér í upphæfi fram hjá bæjarfulltrúa oddvita sjálfstæðismanna að þetta verði ekki hann ætlaði svona að vera meiri gagnrýni í sinni umræðu. Ég hef kallað eftir samvinnu. Ég held að við vonandi náum við að vinna saman og það sem kannski er mestumvert því að við búum að sterkari stjórnarandstöðu, það er fínt, en það sem er mestumvert að við náum minnstakosti saman í baráttu okkar gegn ríkinu. Þar skiptir máli að við stöndum saman sem einn maður þegar við erum að berjast fyrir fjármunum frá ríkinu. Þar er okkar helsta vopn er þar að við stöndum saman. Hér var rætt skal ég segja ýmsa hluti eins og til dæmis í þessum spurningum. Það er talað skal ég segja, hvað við ætlum að, bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á það, var fund sem við áttum með Isavia, það sem ég lýsti því yfir við formann stjórnar, að það hefði orðið kvæði við nýjan tón og vísaði þá í því að fyrrverandi formaður stjórnar Isavia satt með sömu bæjarstjórn, ekki fyrir svo löngu, og lýsti því yfir, satt með bæjarstjórn og lýsti því yfir, að hann hefði engan áhuga á Akureyri. Það var bara allt annar tónn sem hvað við í málum Isavia á þessum fundi, allt annar. Það er bara gjörbreytt afstaða. Þarna var formaður sem sagði að hann vildi sjá uppbyggingu Akureyrarvallar. Það var bara ekki svoleiðis hjá fyrrverandi stjórnarformanni Isavia.
Ég man ekki hvort að Gunnar var á þeim fundi, en ég man alveg hvað hann var haldinn, sko. Það kom þannig að það var eðlilegt að ég segði að við kvæði við nýjan tón í þessu máli. Ég veit það líka að málið snýst að leggja áherslu á að ríkið komi með framlag inn í þetta mál. Við erum að láta vinna núna á vegum Eyþings skýrslu uppbyggingu millilandaflugs á Akureyri og flugvallarins. Það kostar á peninga, þessi uppbygging. Og við erum þá minnst að koma með handrit sem við getum lagt fyrir stjórnvöld. Það er eitt af hlutum sem við erum að gera til þess að reyna að koma á millilandaflugi. Bæjarfulltrúi Eva held ég hafi minnst á innanlandsflugið, ekki heldur bæjarfulltrúi Sóli, ég man ekki alveg röðin á þessu. En það var að tala um innanlandsflugið. Auðvitað viljum við sjá innanlandsflug og auðvitað viljum við berjast fyrir því. Það er kveðið á það núna í stjórnarsáttmálanum að efla almenningssamgöngur og það var samgönguþing núna í síðustu viku þar sem ég satt og þar var akkurat að tala um það að það þyrfti að gera þessu hluti, efla almenningssamgöngur og þar var rætt flugvöllin í landinu. Þeir eru margir og það þarf að velta fyrir sig hvaða stefnu sem við viljum hafa í þessu og eitt af því náttúrulega lykilatriði í því er að það sé öflugur Reykjavíkurflugvöllur og við viljum hafa hann í Vatnsmýrinni af því að við höfum sagt að á meðan ekki er annar betri kostur. Það hefur verið stefnan okkur, þó sé ekki tilgjönd í þessum sáttmála hér, þá er það hefur svo stefna ekki breyst. Þannig að ég held að þetta sé nú, ég ætla nú kannski ekki að fara að svara fyrir allt hér sem hefur komið upp, en bæjarfulltrúi Þórhallur kom inn á skipulagið og lifandi skipulag og ég held að það sé mikilvægt. Hann talaði þarfagreiningu á samgöngumiðstöð, akkur það væri, minni mig, hann talaði samgöngumiðstöð, var ekki rétt. Og ég held að það sé eitt af því sem við þurfum bara að setjast yfir og klára. Samgöngumiðstöðin hefur bara verið óskilgreind. Hvað er samgöngumiðstöð? Sjáu þið það fyrir ykkur? Hvað ætlum við að hafa í samgöngumiðstöð? Fyrst ef að fara að tala um samgöngumiðstöð, þá áttu allar rútur að koma í samgöngumiðstöðuna. Leigubílstöð áttu að vera þar, innanbæjarstöð áttu að vera þar og þar ætlum við að vera með alls konar hluti. Hvar er svona samgöngumiðstöð í svona samfélagi eins og Akureyri? Það er bara spurningin, er þörfin þessi? Eða hvaða þörf erum við að sjá? Er þörfin að hafa samgöngumiðstöð í miðbænum eða væri kannski sniðugt, ekki sniðugt, væri kannski hluti af því sem kemur fram í skýrslunum varðandi millilandaflug að það sé mikilvægt að hafa samgöngumiðstöð bara nálægt flugvöllinu. Þetta þurfum við að velta fyrir okkur. Þannig að það er bara þessi pæling sem við erum að skoða, hvað í rauninni er. Ég held til dæmis að svona stoppurstöð eins og nýr Hlemmur, er það eitthvað sem við viljum sjá? Viljum við sjá einhverja svoleiðis miðstöð hér í bænum? Ég veit það ekki. Það sem að fólk og unglingar kannski safna saman, við þurfum aðeins að velta því líka upp. Þannig ég held að þetta sé bara hlutur sem við þurfum að taka umræðan og gerum það. Bæjarfulltrúi Eva talar gjarnan vonbrigði sín varðandi ýmislegum sem mál sem snúa börnum og ungmennum og skólamál ýmis konar. Ég man ekki hvernig skipan var í fræðsluráð, en við minnir að bæjarfulltrúi Eva sé ekki í fræðsluráð. Ég talaði um þá síðast kjörtímabili, ég hefði gjarnan viljað sjá hana með þessar öflugu skoðanir og öflugu hugmyndir inni í fræðsluráði. En það er ekki. Varðandi leiguna, einhver talaði um leiguna vegna skal ég segja listasafnsins, ég er bara ekki með þá tölu á Hraðbergi, þannig ég ætlum ekki, en ég held að við skulum ekki fara rífast þá tölu, henni verður klárlega auki fjármagn til Akureyrarstofu til að mæta þessar leigu, en það má ekki gleyma því að við erum sannfærð það að menningarfélagið, listasafnið mun líka skapa tekjur og það er eitt af því sem við viljum vinna að, það er það að móta svona stefnu fyrir það ágæta safn og reyna að marka það þannig að það sé sjálfbært, það er ekki sjálfbært, það skapi tekjur og það er mikil tækifæri í því að mínum mati. Við erum að fá hérna ferðamenn og ef við erum konum með listasafn sem er með standandi sýningu þar sem fólk getur labbað inn og séð allt árið standandi sýningu, jafnvel sýningu akureyska listamanna og svo framvegis, þá vitum við alveg að það er aðdráttar fyrir ferðamannin og ég vona það að við eigum að sjá góða tekjur á þessu ágæta listasafni á móti þeim kostnaði sem að verður vegna framkvæmdana. Ég veit ekki hvernig maður á að túlka þessa umræðu hér. Það verður talað um að samningurinn sé rýr. Ég er sannfærður það og ég sannfærðist endanlega eftir að hafa unnið með þessum ágæta hópi að við að semja þennan málbandssamning. Það er fullt af góðum hugmyndum í hópnum. Ég er sannfærður það að við munum vinna að þeim
og ég er sannfærður það að þegar upp er staðið, og við munum alveg klárlega, ég held að það sé líka eitthvað sem við munum setja upp að þegar við erum komið með hvað við ætlum að gera á hverju ári á þessu fjórum árum, auðvitað er margt í þessu sem það er alltaf svoleiðis að það er ekkit, hlutinir er ekki gerðir á fyrsta degi, en við munum setja markmiðun okkar fram og þau verða vonandi mælanleg og verða mælanleg, þannig að menn geta séð það að við erum að vinna því sem við ætlum okkur, og enn og aftur segi ég að við munum skila okkur betra búi heldur en við tókum við í upphafi. Varðandi eitt sem þó kom hér fram að Bæjarfulltrúi Eva kom inn á að varðandi raunhæfar kostnaðaráætlanir, þá segi ég og hef alltaf sagt, við getum alltaf gert betur og batnandi mönnum er best að lifa. Það er ýmislegt sem að maður getur gagnrýnt, það er alveg rétt. Og það er bara þannig, alltaf þegar við erum að gera eitthvað, þegar þú tekur einhver ákvörðun þá er hann ekki alltaf svo rétta hverju sinni, en það er mikilvægt að geta tekið ákvörðunir og þora að taka ákvörðunir. Ef maður þorir það ekki og er alltaf hræddur við að gera mistök, þá gerist lítið sem ekki neitt. En ég læt máli mínu lokið. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Sóli Björk hefur beðið um orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég byrjaði að þakka bæjarfulltrúa Ingibergu fyrir ágætu svör. Þetta er það sem við vorum að biðja um. Og til eðilegt að við þurfum að nota okkar dýrmæta tíma í pontu til að kalla eftir upplýsingum það sem eðlilegt er að sé upp á borðum, og þetta er það sem við erum að gagnrýna. En þá auðvitað gerum við það, fyrst að það er það sem þarf. Og það hefði verið mjög gott að fá svör úr fleiri málaflokkum. Og mér finnst algjörlega fáránlegt að tala um að við séum bara neikvæð og sjáum ekki ljósi við enda gangnana bara því að þið segist hafa þetta í höfðinu. Þetta á að vera upp á borðum, þetta á að vera til umræðu, og þessi umræða snýra því að ræða áætlun meirihlutans, og það var ekki á neinum tímapunkti kallað eftir eða óska eftir tillögum frá minnihlutanum inn í þennan samstarfssamning. Þannig að það að sé svona ótrúlegt að við séum ekki hérna að leggja fram tillögur er bara fáránleg umræða ef þið spurðu mig. En ég meina, ef við eigum að vera hérna, tók upp úr ykkur hvað ég ætlaði að gera annað en alls konar frábært, þá er bara það sem við gerum, og ég bara vona svo innilega að þið takið ekki of nær ykkur, að við sinnum þessu starf okkar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóli Björk hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur beðið um orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, af því að það var bæjarfulltrúi Eva kom inn á, Sóli kom inn á það að þetta er kannski það sem Ingiberg hefði gert og hefði ekki komið. Hún hefði kannski viljað fá þessi svör, ég held að það sé bara ágætt á að ég takk hér því ég fann þetta ekki á þegar ég var með tölvun uppi, þannig ég þess vegna flipaðist ég aðeins, en það er ágætt að fara yfir það sem er hér hefur ekki verið svarað. Hvenær á að hækka frístundastyrkin í 50.000 krónur, það verður gert á kjörtímabilinu í áföngum. Stendur til að hækka frístundastyrkin enn frekar og þá hve mikið. Það liggur ekki fyrir, en hins vegar fer það náttúrulega eftir hvernig málið þróast hjá okkur. Við höfum viljað sjá þennan frístundastyrk hækka til samræmis við önnur sveitarfélög. Við erum að elta upp í önnur sveitarfélög og erum kannski ekki að gera alveg jafnvel önnur sveitarfélög, en við munum alveg sjá til hvort að við getum ekki farið lengra. Þannig að þetta gerist í áföngum á kjörtímabilinu. Varðandi forgangsröðun framkvæmda íþróttamálum, þá ég kom inn á það að við viljum fylgja íþróttastefnu IBA og leggjum áherslu að eiga samtal við bæði IBA og félögin. Verður uppbygging á KA-svæðinu fremst í röðinni, það kemur bara ljós í þessum viðræðum, þannig að það sé á hreinu. Hvar verður 50 metra yfirbyggð keppnislaug í forgangsröðinni, kemur líka í ljós í þessum viðræðum, og það er hlutverk IBA, samkvæmt íþróttastefnunni, að koma með þessa forgangsröðun. Ingiberg er búin að svara þarna með tilraunastarfsemina, Nei, má hann ekki bara svara því? Já, hún svara því eftir. Hvað er skilgreinir sveitarfélag sem ákjósanlegan valkost á? Það er Andri búin að svara. Hvað er áætlunin að gera til uppbygging Akureyrarflugvallar að verða veruleika og beinu millilandaflugi verði komið á? Ég var búin að svara því. Hvers konar þrýsting er ætlunin að beita stjórnvöld til að tryggja raforkuflutninga inn á Eyjafjarðarsvæðið? Ég man ekki hvort Andri svaraði því bæjarfulltrúi, en hins vegar liggur fyrir það að við erum núna eftir að
samþykkja umsögnum kerfisáætlun. Við höfum í rauninni beitt þrýstingi, við náðum og Landsnet hefur breytt vinnubröðum sínum sem ég tel vera mjög mikilvægt og þeir í rauninni gerðu það held ég að mikið til að hluta til að vegna gagnrýni okkar bæjarstjórn sem var hér á síðasta kjörtímabili. Núna hef ég líka verið skipaður í hagsmunaráð á vegum sambandsins hjá Landsnet og mun þar náttúrulega fylgja eftir málefni sveitarfélaga. Varðandi þriggja rekstur öldrunarheimilanna, það svona eins og ég segi, það eitthvað sem við þurfum að taka upp viðræði við ríki Það er ljóst að samningur rennur út til árslok 2018 og það er mikilvægt að við náum betri samningum. Bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á að það getur verið erfitt að fá einhver sértæk úrræði. Ég er alveg sammála því. Það er erfitt að fá sértæk úrræði en það er ljóst að daggjöld til hjúkrunarheimila þurfa að hækka almennt í landinu. Og þar þurfum við að þrýsta á stjórnvöld og ég vænti þess nú að við getum beitt okkur. Ég veit það til að mynda að Gunnar bæjarfulltrúi gerði það í kosningabaráttunni. Hann kynnti fjármálaráðherra fyrir þessu verkefni og fjármálaráðherra er vel kunnugt það að það verður ekki rekið öldrunarheimili í landinu með óbreyttu framlögum, það er alveg ljóst. Ég ætla nú ekki að svara þess að mæta aukið þörf, ég skrifa nú yfir það, ég þarf aðeins að kynna mig það betur. Ég myndist á það með hvað aðgerðum verður stuðlað að fjölbreyttu framboð íbúðarhúsnæðis, almennu markaði og félagslegu leiguhúsnæði. Við ætlum að skipa hóp, þetta er mikið áhugamál hjá okkur, að við sjáum hér leiguhúsnæði og vera í almennu þannig að fólk hafi bara einfaldlega efni á leigu og félagslega leiguhúsnæði. Jú, við erum að bregðast við til að mynda erum núna akkurat á þessum dögum að bæta í og kaupa 5 íbúðir í félagslega leiguhúsnæði. Ja, þeir eru þegar í kerfinu að við erum samt að kaupa og við erum að bæta í það sem við eigum. Við eigum núna held ég 330 íbúðir og við erum þá að bæta í það stabba. Nei, við erum ekki að stækka kerfið með því en við erum að bæta í það sem við eigum. Þannig og ég held líka eins og ég sagði áðan, við erum að gera samninga, erum í samstarfi í Bjarg íbúðafélag og það munir líka breyta hlutunum en við ætlum sem sagt að taka þessi mál föstum tökum og munum strax fara að vinna með það. Ég ætla bara það er svona að taka það sem ég get svarað. Við þurfum að fá tíma til að svara með forvarnirnar, hvernig við munum svara því. Varðandi menningarlífið, hvað á að efla í menningarlífinu, ég sagði það áðan að við reiknum með því að það er að koma aukið fjármagn frá ríkinu á næstu 2 árum í samningnum. Það fer stighækkandi framlagi, það er svona nokkurs konar verðbætur. Við munum láta það renna til menningarlífsins hér á Akureyri og munum jafnvel bæta í krónu móti krónu eins og við gerðum með síðustu fjármuni. Þannig að það munum klálega að breyta. Hvað mikið á að hækka framlagi menningarsjóðs til úthlutunar listamanna, það er eftir að skoða í krónutölu, en við væntum þess að Akureyrarstofa muni ræða það mál. Hvernig eiga menningarstofnun að vera virkari þátttakendur í starfi frístunda? Við erum nú kannski bara verið að tala um það að það hefur verið að gera og við viljum sjá það bara áfram. Ég meina, við höfum verið með þetta söngvaflóð, mér minnir, það sé kallað, og við ætlum bara að stuðla því að það sé svona kannski það dæmi, það hefur verið gefið góða raun. Hvað á fjölga stöðskap, þetta er sumarstarfið mikið, það leikur ekki fyrir svo tala en það verður gert. Verður gert ráð fyrir fjárhagsramar Akureyrarstofu þeim hækkunum sem breyting á listasafninu mun hafa í för með sér, því er ég búinn að svara. Og svo var nú Andri búinn að svara umhverfismálum og varðandi fjármálinin, til hvaða aðgerða þarf að grípa svo að stjórnsýsla Akureyrarbæjar verði faglegri og gegnsærri. Þar höfum við verið að bæta okkur og við ætlum í rauninni að halda áfram að gera það. Við höfum verið til að mynda varðandi fjárhagsáætlunarvinnu, þá höfum við verið vorum með fund á síðasta kjörtímabili, í lok síðasta kjörtímabils, þar sem við kynntum fjárhagsáætlunina fyrir almenningi. Við ætlum núna að kalla eftir og vera með fund þegar við erum tilbúin með starfsáætlanir og erum að leggja af stað með fjárhagsáætlunina og til þess að það verði í september. Og við ætlum svona aðeins að líka læra af öðrum sveitarfélögum, menn hafa verið að stíga skref í þessu og ætlum að taka þau skref. Þegar við talum um vandar og raunhæfa kostnaðaráætlun skilgreindar, við erum eins og ég sagði hér áðan, við ætlum að reyna að bæta okkur og munum vinna því áfram á þessu kjörtímabili. Við höfum gert marga hluti á kjörtímabilinu, við höfum verið að bæta upplýsingagjöf til bæjarfulltrúa, við höfum verið að
taka mánaðarlega uppgjör, við erum að fylgjast með starfsmannafjölgun og við erum komið með við erum að taka upp 6 mánaða uppgjör og fleira, þannig að ég held að við séum alltaf að reyna að bæta okkur og munum halda því áfram. Hvernig verður barist fyrir réttlátari skiptingu ríkis og sveitarfélaga? Hvernig berjumst við fyrir því? Jú, við gerum það með að láta þessum víðast í okkur heyra. Við munum klárlega verða þetta mun eitt að vera þeim málum sem við munum taka fyrir á landsþinginu sem verður haldið hér í september. Við höfum verið að láta frá okkur heyra í þessum efnum og hvar sem við komum. Það er mjög mikilvægt að bæjarfulltrúar nýti hvert einasta tækifæri sem tilgefst til þess akkurat að ýta á þetta. Það er að segja réttlátari kostnaðarskiptingu ríkis og sveitarfélaga og kalla eftir því að rétt sé gefið þeim málum. Hvað þættir rafræn þjónustu er stefnt að bæta? Við höfum verið að taka íbúagáttina og erum að vinna, það er verið að vinna í því og við munum sjá framfari á því sviði klárlega á næstu mánuðum og vikum. Og við látum þetta duga. Ég veit það, ég ákvað bara að fara að svara þessum spurningum. Ég veit að allir eru að býta í fótbolta en við erum eins og í bæjarstjórn að fá að borga fyrir það og við klárum málin á fundum. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Hlynur hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði nú bara rétt að innbrá því að þegar við erum að tala um að minnihlutinn sé að fara í stríð við meirihlutann hérna, þá er það nú engan veginn rétt. Við hljótum að með að tjá okkur hlutina og ef fólk ætlar að vinna saman, þá hlýtur það að virka þannig að hlutinu séu komið á framfæri með betri hætti við okkur. Þannig við getum eitthvað að skoða þetta, en ekki bara ætlast til að við samþykkjum það. Það er ekki samvinna. Svo finnst mér svolítið skrítið að heyra þetta að við þurfum að standa saman gegn ríkinu. Það finnst mér alveg stórfurðulegur flutningur á máli, því að af hverju getum við ekki sest niður og unni bara með þeim? Ég hef ekki trú á því að það sé gott að vera í stríði við ríkið. Við hljótum að geta bara sest niður með þessum mönnum eða þessu fólki og fundið leiðinnar. Það er allavega eins með best í lífinu, sama hvernig ég kann við fólk að sest maður niður með því og reynir að leysa máli. Ég held að við munum örugglega vinna með ykkur ef við fáum að heyra þessa lausni sem við erum með eins og við vorum að setja fram á það. Og sem var bara mjög gott að heyra, að við eigum eftir að fá þetta kannski aðeins svona skilmerkir það. Og það kemur eflaust, ég á ekki von á öðru. Og við munum örugglega vinna vel og með ykkur á öllum góðum málum. Það er engin spurning. Takk. Bæjarfulltrúi Hlynur hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Eva Hrund hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Takk fyrir svörin við spurningarna sem eru komin. Ég tek undir með síðustu ræðumennum, við hljótum að eiga og mega vinna vinnun okkar sem fulltrúar í minnihluta og gagnrýna það sem er gagnrýnivert. Það er ekki alltaf að maður þurfi að fara í bakkandi vörn þegar maður heyri gagnrýni, heldur stundum er líka bara gott að þakka fyrir hana og segja við ætlum að gera betur. Og ég er nú eiginlega bara sannfærð um að það verði málið. Það sem ég langar aðeins að tala um, þess sem langar núna bara að tala í hreinskilni hér, af því að við erum nýbúin að fara í gegnum kosningabaráttu. Hvernig á maður að orða þetta? Það er rosa erfitt að fara í kosningabaráttu þegar við erum búin að vera í jafn mikilli samvinnu og var á síðasta kjörtímabili. Hver átti hvað á síðasta kjörtímabili? Hver getur eignað sér hvað á síðasta kjörtímabili? Eins og Guðmundur Baldvin bæjarfulltrúi kemur hérna upp, talar við, á hann þá við meirihlutann eða á hann þá við okkur öll? Ég veit ekki bara nokkur dæmi hérna, eins og til dæmis með það að fara að fylgja vel eftir og taka saman starfsmannafjöldan hjá bænum reglulega. Hvaðan kom það?
að 10 ára áætlanir eru aftur teknar upp. Hver á það? Varðandi starfsáætlanirnar að þær voru aftur teknar upp eftir að L-listi lagði þær niður á sínum tíma. Hver á það? Að það er samræmt að í öllum nefndum væri farið reglulega yfir fjárhagsáætlanir og gripið til aðgerða þegar þar á við. Þetta var gert í sumum nefndum, ekki öllum. Hverju bent á það? Ég hef líka bent á það að mér finnst mjög óeðlilegt að því að auðvitað þegar þú ert í pólitík þá ertu náttúrulega að reyna að safna atkvæðum þannig að þú þarft að eigna þér það sem þú átt. Það er mjög auðvelt í svona samræðu pólitík að eigna sér verk annarra á hvort megin sem er. Þannig að ég hef allan að óska eftir því í bæjarráði og ég vona að verði tekið tillit til þess að þegar að við sem minnihluti getum allan að þá eigna okkur þau verk sem við eigum, til dæmis með því þegar við erum að biðja mál inn í nefndir, að það sé allan að tekið fram að við séum að vinna að þeim málum. Auðvitað þurfum við kannski líka bara að vera duglegir að bóka, en við bara þurfum að taka þessa umræðu því að ef við erum að ná að beita samræðu pólitík áfram, þá verður það að vera gert á einhvern gegnsæri hátt heldur en hefur verið. Því að ég verði að viðurkenna það, ég varð ótrúlega fúl að verða ekki einu sinni rætt við mann meirihluta samstarf eftir það sem maður hefur lagt fram á síðasta kjörtímabili í rosalega góðri samvinnu. Það var ekki eins og komið til greina að setjast niður og prófa alla áður en að farið var í meirihluta samstarf. Því að það var alltaf að tala um þessa frábæru samvinnu á síðasta kjörtímabili og eins og bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin kom upp á hann og sagði að hér er fullt af nýju fólki sem er gott og vel og frábært fólk. Ég efast ekki þá, ég þekki ykkur flesta einu góðu. En ef við vorum svona frábæri í góðu samstarfi, af hverju var ekki einu sinni rætt, ég meina við bæjarfulltrúi Sóleyju sem hefur líka verið mjög dugleg, við okkur Gunnar sem hefur sýnt viljan í verki og verið mjög samvinnuð því. Að ég myndi telja og við hefum átt mjög gott samstarf. Mér er líka rosalega hissa því og mér langar bara að velta það hérna upp. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin var sá aðili fyrir ekki síðustu heldur þar síðustu kosningar sem skrifaði grein þess efnis að það ætti ekki að vera meiri og minnihluti. Mér er sagt að hann hafi verið einn af fyrstu maðurinn sem að bakkaði út í því að það kemur ekki til greina á þessu kjörtímabili að það yrði. Er það sagt að svo hafi verið og hver er ástæðan? Hvað hefur breyst? En ég tel okkur bara hér í dag sem minnihluta allavega að hafa bara verið að vinna vinnun okkar og ég allavega ráleikur ykkur að taka því þannig að við séum að reyna að vera leiðbeinandi og passa upp á það að hlutinni sem gerir betur. Ég held að það sé ekki bara við sem viljum fá skýrari sýn, ég held að það eru líka bæjarbúar sem að kalli eftir skýrari sýn hvert eigi að fara og ekki bara bæjarbúar almennt, heldur líka fyrir starfsmenn bæjarins. Þannig að ég er ekki vön því að vera í stríði og mun aldrei vera í stríði, það er ekki mun minni bröð, en ég mun vera gagnrýnin og ég er alveg á því eins og bæjarfulltrúi Sóli að ég hafi hugsanlega ekki verið nógu gagnrýnin á síðasta kjörtímabili. En ég tel mig hafa verið ofboðslega samvinnuð því á síðasta kjörtímabili og hafi komið fullt af góðum hugmyndum og hjálpað meirihlutunum eða bara bæjarstjórn í heildina að koma mörgum góðum hlutum í verk eins og við flest gerðum á síðasta kjörtímabili. En takk í bili. Bæjarfulltrúi Eva Hrund hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Hildur Betti hefur beðið orðið. Forseti og ágæti bæjarfulltrúar. Ég er nú nýtekið við sem formaður frístundaráðs og hef verið síðustu daga að taka viðtölu framkvæmdastjóra og formenn íþróttafélagana, til dæmis endurnýjun rekstrarsamnings og farið við stöðu þeirra. Þannig að ég tel gífurlega mikilvægt að kynna sér málefni vel og hvað er á forgangsröðun eins og er hjá okkur. En mér langar aðeins að svara með spurninguna hvernig tilraunaverkefni stendur til að fara í samfelldan vinnudag yngri grunnskólabarna í samstarfi við frístund með tengingu við íþrótt- og tómstundastarf. Það hefur komið í ljós að það er gífurleg jákvæðni gagnvart því að vera með samfelldan vinnudag barna
og bæði skólarnir, íþróttafélögin og frístund. En það þarf að vinna þetta þvert á sviðin og það er það sem við erum að byrja að skoða, þá fræðslu og samfélagssvið. Ég hef verið í samskiptum við samfélagssvið með hvaða leiði við ættum að fara og markmiðið er að sjálfsögðu að nýta skýrslurnar sem hafa verið gerðar. Við erum ekki endilega á þessari stundu að horfa til starfshóps, heldur til reynsluna sem til skýrsluna sem nú þegar eru komnar og við höfum svolítið verið að horfa á þetta þannig, eins og ég sagði, að þetta sé svona þvert á sviðin af því þetta er samstarfsverkefni. Varðandi með því að vera með samfelldan vinnudag barna, þá er náttúrulega líka hægt að svara þeirri spurningu að þetta er forvarnastarf. Af því eins og staðan er í dag í frístund og þá er brottfall í rauninni hjá börnum í 3. og 4. bekk og eru oft mikið ein heima og þetta hef ég bara fengið út frá samtölum mínum núna við fólki sem starfar innan þess að gera. Þannig að þetta er verkefni sem við erum að byrja að vinna á og við erum að horfa á að þetta muni bara gerast svona fljótlega. Takk. Bæjarfulltrúi Hildur Betti hefur lokið máli sínu, bæjarfulltrúi Ingibjörg hefur beðið um orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla svona rétt að renna yfir kannski einhver spurningar sem við erum ekki búin að svara nú þegar. Og líka bregðast kannski við ummælum hérna áðan. Kannski fyrst og fremst varðandi bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason talaði að ég skildi ekki alveg hvað það verið að meina með spurningunni. Þessum við fjölgun leikskólarýma og þar fram eftir götunum. En ástæðan fyrir því að þetta var ekki sett inn í meirihluta samningin er þannig að við stefnum að því að brúa þetta bil. Leiðirnar eru misjafnar, við erum ekki búin að kortleggja þær allar, heldur erum við að skoða þær. En í rauninni er þetta bara gríðarlega stór málaflokkur og mikilvægur málaflokkur og ég fagna því að við séum að taka umræðan hérna í dag því að við tökum allt of sjaldan umræðu fræðslumál hér í Bæjarstjórn og ég vona að það standi til bóta. En verkefnin eru mörg og það er engin ein leið og við þurfum að afla upplýsingu og gagna til þess að marka okkur stefnu út frá því. En við erum nú þegar að byrja að vinna þessu eins og ég kom að hérna áðan og verðum að því næstu vikur, mánuði og ár. En varðandi bæjarfulltrúa Hlyn, hann talaði um stríð. Ég held að enginn hérna inni hafi talað um stríð. Og það að við sem að fara fram á það að því að samþykja allar hluti, það er við erum ekki að fara að samþykja en málefnasamning, við erum bara að leggja hann fram til umræðu hérna og við erum ekki að fara fram á eitt eða neitt, heldur bara að fagna ég umræðunni. Og þegar bæjarfulltrúi Eva Hrund kom inn á það að þau mættu alveg gagnrýna, að sjálfsögðum á gagnrýna, en við megum líka koma hér upp og svara. Þannig virkar þetta og mér finnst bara frábært ef að bæjarfulltrúar eru að endurskoða starfshætti sína og vilja bæta vinnubröðin sín, það er bara fagnaðar efni. Þannig að ég bara hlakka til næstu 4 ára hérna í Bæjarstjórn. Takk hér, ég beiti fyrir ekki, ég var ekki búin að svara spurningunum sjálf að sagt. Hvernig er ætlunin að mæta aukinni þörf fyrir þjónustu við aldraða næstu 4 árin? Við erum að skoða uppbyggingu öldrunarheimila, það er verið að vinnuhópur í gangi varðandi hugsanlega nýja lögmannsliða sem 45 rými skapast og það hefur í för með sér að við getum hugsanlega nýtt eldra mannvirkið á Hlíð með því að fjölga dagþjálfunarrýmum sem er mikil þörf fyrir í dag. Getum hugsanlega skapað aðstöðu til líkamsræktar og þjónustu þegar viljum við gjarnan að þeir geti leitað á einn stað eftir upplýsingum, ekki 3, 4 og jafnvel 5 eins og það er í dag. Þarna getum við með þessu framkvæmdi getum líka hugsanlega skapast aðstæða til þess að bjóða húsnæði til leigu þar sem einstaklingar geta búið saman hjón og nýtt sér þjónustuna sem er til staðar. Við viljum gjarnan vinna aftur eftir Akureyrarmódelinu og samþætta þjónustuna betur. Fækka í rauninni heimsóknunum þannig að ég hef lýst þessu stundum þannig að það er eitt sem kemur heimtíðin kl. 8 og gefur þér lyfin, það kemur annar heimtíðin kl. 8:30 og klæði í sokkana. Við viljum frekar samnýta þessar heimsóknir, hafa þær lengri, nýta mannauðinn okkar betur og auka þjónustuna þar af leiðandi við eldri borgara. Varðandi fatlað fólk á hvaða hátt við ætlum að efla skammtíma skólavistun fyrir börn með fötlun allt árið. Þá erum við að vissulega með skammtíma og skólavistun, það er alveg rétt, en við þurfum aðeins að skoða varðandi aldurinn, það er mikill munur á styrkleika og þroska þessara barna og við þurfum að skoða hvort þau eigi samleið hverju sinni. Þetta er eitthvað sem við þurfum bara virkilega að skoða og einnig viljum við huga líka úrræðum í vistun yfir sumartíman eins og var hér áður fyrr. Hvort það sé verið með sama móti get ég ekki svarað hér í dag en við viljum gjarnan skoða þetta. En hvernig á að bæta ferliþjónustuna þá viljum við meðal annars kanna leiðir
vegna aukina þjónustu helgar. En þetta svona bara atriði sem við erum að skoða og lögðum strax á stað með að vinna að og erum ekki enn komið með ítarleg svör leiðir né kostnað. Þannig að það eitthvað sem við viljum bara fá upplýsingar áður en við tökum ákvörðun og svörum hér beint í pontu. En takk hérlega fyrir. Hlakka til næstu 4 ára. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu. Orðið laust. Það sem enginn hefur, var það ekki örugglega rétt hjá mér? Varstu bara að teygja úr þér, Gunni mín? Já. Á þessu tímapunkti þá ætla ég að taka stutt fundarhlé.